Velkomin í eftirvaktina, sjálfur heiti Birgir Olgeirsson, með mér eru Kristján Högni, Sælir, Baldur Búi Heldur betur. og við erum hérna komin í eftirvaktina til að ræða skemmtanalífið og veitingabransan. Já. Það eitthvað sem að ég held að vantir svolítið. Það er allavega skort á því hérna undanfarin ár og ef við kannski heldum að sáfram þá með það að við erum með Kristján Högna sem að rekur hérna Kaldabar og sjálfur rekur Baldur Búi dönsku krána. Yes sir. Og búin að gera það með miklum myndarbrag hérna undanfarin áratug að lágmarki. En það er komin stórkostlegu gestur og ég ætla bara að eftirláta ykkur strákar að fá að kynna þennan stórkostlega gest sem við fengjum í dag. já, þetta er merkismaður, þetta er barþjónn, hóst, leikari, módel, lærifæði minn og faðir. Og faðir líka. Já, ekki faðir minn, já, hann vill reynda að meina það. Ætliður. Hann hefur reynda sagt þetta við mömmu mína nokkuð sinnum að þetta sé pabbi minn sko. En jú, Georg Leiti, sæll og blessaðir. Lesaði strákar, hvað sér þið? Bara, Ekki allir stuðið það? Jú, fárlega Eins gott. Jú. ja, bara heiður að fá við hérna. Já, takk fyrir að koma. Það er bara skemmtilegt að hitta ykkur á laugardögum í hádegum og hvað. Já, ekki. Já, Draumur. það var allir vera sofandi. En hvað sé strákar, ég er hérna með ykkur í þessu þætti til að fá að heyra af þeim ótrúlega manni sem Goggi er svona kallaður. Já. Og ætlum við að byrja að segja frá því hvað Goggi er og hvað hann gerir eða ætlum við að eftirláta Gogga það, hvernig sjá þetta fyrir ykkur? Ég held að vera kannski bara gaman að heyra svolítið bara svona byrjunina, bara hvar þú kemur inn í rauninni bara Í þessu bransa? Í þennan bransa á Íslandi, sko. Sko, ég kem svolítið ófatt inn. Ég drekka ekki mikið. Og ég byrjaði að drekka svona fyrir svona 5-6 ára síðan. Já. Hvað sem á þessu makka og en ég er búinn að vera í þessu bransa alveg síðan ég var 18 ára. Það kemur til Ísland sem skiptinemi og reyni að svona aðeins feða þessu á maður pening. Svo fór ég að vaska upp á kaffibræðslunni og það var alveg ríkur eftir því. en þetta var svona aðeins má kom óvatt hvernig fer ég þessi bransa fyrir ég var rosa mikið í frottum og bælaði bara í að æfa og bara svona heitpri lif og svona sem ég haldi svona áfram með en að vinna kvöldi á þessu tímabund á Íslandi var svolítið skemmtilegt og svona ég ná að hitta svona eins og allir sem fekk mig veit ég svolítið með smá extrovert Örlítið. elska að tala og elska að svona vera skemmtilegur þannig að þetta var svona mér fannst alveg á svona tíma þetta var besta stað til að vera svona í sama lína á allir því allir búin að kannski fá 3-4 bjóra og byrja allir vera res og þá bara allir fannst mínu brandara skemmtilegra og svona Já. skilur saman ekki þegar mæti skóla klokkan 9 og þá sé brandara og allir bara hvað er þetta hvað meinar því að mér líður bara vel þar og mér líður það bara inn það í dag sko, svona koma út og vera í þessu umhverfi og ef í dag er svona 90% þetta er skemmtilegt og svo kemur þessi 10% sem er leiðilegt það er bara þannig. Já, þú komst náttúrulega til Íslands fyrst í gegnum sundið, ekki? Nei, ég kem sem skiptnemi í 1 ár og ég var sundmaður Já. svo var að synda bara með og fekk ég alveg að vera áfram í svona nám og var að spila sundknarleikur, waterpolo í smá tíma og svo fór ég út og keppa þar og æfa þar og svo kom tilbaka og Ísland var nokkuð megin svo stókust það vel á móti mér alltaf, sko. Þannig að þegar ég byrjaði að tala aðeins íslensku það var bara, þetta var bara eins og ég var Michael Jackson á Íslandi ég elskaði mig svona öðruvísi en ég var bara svona upplifið í Brasilíu sem bara einn vinnulegt ungur svartstrákur, sko. Já. Þetta var svolítið svona the main point fyrir mig að vera á Íslandi á sínum tíma að það var bara allir bara taka svolítið vel á móti mér, sko. Þú er náttúrulega maður sem ég þekki sem sefur hvað minnst. Hvernig var að balansera sundæfingum? Ekki alltaf klukkan 6:30 á morgnana og svo vera að vinna seint fram eftir? Jú, ég reyndi að þetta var alveg, þetta er ekkert mál þegar maður er 18 ára, sko.
og þetta allt öðruvísi, þetta allt svona, ég kem frá allt öðruvísi minning, æfingum og heiðum og aga og svona, þannig að þetta var ekkert neitt vandamál þangað til þetta byrja að vera svona alvarlegt, og ég byrja að ganga vel og þjálfarinn mér sagði að þetta passar ekki sama, stundi ég var bara á vakti til klukkan 5 og mæti í mót klukkan 6 frá 10, þannig að þetta var bara svona bara bendi, þetta var bara svona ég var alveg að keyra á mig svolítið en mér finnst þetta bara gaman, skiljur og þetta var bara freytandi, en þetta var bara draumu á sínum tíma að vera í þessum og þetta var bara, þetta var bara gaman, sko. Já, mér finnst nefnilega alltaf eins og það séu aðeins fleiri klukkutímar í þínu sólarhring heldur en flestum öðrum að þið ert alltaf að gera svo mikið. Já, þetta er að minnka. Það er gaman til að segja. En, þetta er eins og að segja, ég eins og, þið er búin ekki að koma frá maður, ég er frá Brasilíu og ég kem frá svona afturvísi hverfi, þannig að þegar ég kem til Ísland og ég fá tækifæri til að gera lukti og allt svona nokkuð megin er meira svona equal, þannig að allir að gera saman og þá ef þú stendur vel það sem þú gerir þá bara ferð þú áfram og ég bara nóti bara þessi tækifæri til að gera allt sem ég getur og skemmtilegt og hafa gaman og það er bara mín reglu í dag ef það hefur alltaf verið bara nummer 1, 2, 3 að hafa gaman og skipti einhver máli hvað er skilur akkurat að spila vatnibólu eða vera með kalda eða skilur taka myndið eða bara núna ég í Brazilian Jiu-Jitsu heiminum, ég var í 5 leiku heiminum út af barnum mínum og ég bara fer all in maður svona, ég man bara eftir að vera í 5 leikum í svona 4 ár þetta var alveg krast skilur en ég bara er mjög dedicated þegar ég er dedicated þetta er bara þannig þetta er svona motto mín En ekki fyrir svona lúða eins og mig sem er ekkert á cool stöðum rólegur það bara fer eftir hvað kúri stöður en ég hef alltaf bara heyrt Gogga og Kalda bara svarastu gaur sem ég þekki djúvöndar og skemmtilegur ég er að hitta í fyrst skipti í dag þannig að ég er með nokkra spurningar hvernig er tilfinningar? það er geggjur er þetta presence? Já, þetta er algjör presence en það sem ég er búin að læra núna á þessu stuttarspjalli þú ert á Brasilíu, þú kemur hingað sem skiptinemi hvað ertu gamall þegar þú kemur til Íslands? 18 ára og hvar bjóst í Brasilíu? Já, ég er frá heimbæ sem heitir Salvador Bahia þetta er bæn rétti á það sem heitir Feira de Santana þetta er svona bæ sem er svona 4 miljónum manns og þetta er svona svæði í Brasilíu sem er rosalega margir svartir við erum svona Afríku tenging þar frá Brasilíu er bara allt þar þannig að 75% á fólk það er bara eins og ég þannig að skóla mín þegar ég var í skólan og áðin komið hinga það var ég kannski með svona 15.000 manns í skólanum þannig að ég mæti hérna heima og bara var í Garðabæ og það er bara 15 manns sem í Garðabæ í heildina já, þetta er bara svona ég er frá Salvador og þetta er Brasil og þetta er líka stað sem er bara í ströndina og bara allt öðruvísi minning þannig séð og ég er nefnilega fór daginn akkurat með dóttir mín sem voru tvítur og hún bara mæti hún í Brasilíu og hún bara upplifið mig sem tvítu kona ekki lengur barn í Brasilíu hún er bara kona í Brasilíu og ég er bara þarna og allt í einu hún fatta ég er ekki svo skríti hún fannst alltaf að ég var svo skríti ég talaði við alla, er alltaf brosandi, ég ætta res og það er bara svona þessi motto í að vera gangandi þannig að hún mæti hana í Brasilíu og við erum keyra frá flugvöllunum yfir á hótelunum og hún sé bara risast og fjall með fullt af húsum og favelum og fólk fátekt og eskilur og hún bara hatt hérna bara eftir að við ferðalagi hún bara núna ég skil Akkur ertu eins og það er og akkurat eins og það er og ekkert að það, ég var aldrei fátekt ég þurfa ekkert að pæla í neitt þannig að, en ég var í kring fátekt fólk ég átti vin sem var fátekir og ég var bara þú séð þetta eitthvað eina steg þetta er bara dalega líf manni skilur, í Brasilíu og sumir bara horfa þetta ekki en maður bara svona þetta er þar þannig að ég er bara þakkláttur til að vera til og svo hugsa maður Brasilía það er sól og það er sandur og það er samba og þegar þú ert að koma sér skiptinum til Íslands hvað sástu fyrir að vera lengi á Íslandi?
Þetta var bara 1 ár, 11 mánuð, veist, og þetta var bara, þetta var þessi, internet var ennþá, veist, verið að ringja, þannig að ef þú myndi að nota internet, þá mætti ekki tala í símanum. Þannig að ég bara gæti alveg mömmu minni bara í 4 mínútur á mánuð. Þetta var svo dýrt fyrir okkur. Og hvað ár þetta? Þetta er 98. Já. 98. Og þá þannig að við erum svona, veist, ég kem hérna inn með mín motto og ég hef átt að vera þannig. Veist, ég reynda að vara svona smá feimi týpa þegar var unglingur, þannig að af því þetta var svona mikið svona, veist, fordómað og alls konar svona luktu, þannig að ég var allan ekkert vinsælt hjá steppunum, þannig að ég var bara, skilur, bara með mínu brandara, skilur, og svona stundum með vinir mínir nær, en ég var ekkert svona mikið opið týpa. Nefnum þegar ég kem til Ísland, þá breyt svolítið mikið af því þetta kemur svo mikið athygli, þannig að ég var eini svartamaður í hverfinum. Ég man alveg fyrst skipt sem ég sá svartamann á Íslandi, þá var ég búinn að vera hérna í 10 mánuð. Og ég að labba inn á Laugavegur og hann að labba á móti mér og við horfum hvort annað og hérna, og við rétt lagi. Jú, allt góður? Já, við erum góður. Ég er góður. Þannig að líður vel, bara, já, en þú? Já, ok. Þetta var að þömmið, skilur. Ég myndi ekki labba við svartamann í Brasília fyrir að þetta er svartamann, skilur, mér alveg sama. En hérna á Íslandi var þetta öðruvísi, þannig að þú fá þessi mikið athygli og þá er að læra nýja tungumál og það sem gerist, þannig ég fatt þetta bara svolítið mikið setna með nýja tungumál kemur nýja karakter. Þannig að þú bygg upp alveg karakter, þetta er svona tú sem þú hefur, þannig að ég er allt öðruvísi manneski á portugalsku, held ég á íslensku. Ekki allt öðruvísi. Ég haga öðruvísi, ég tala öðruvísi, líka mann sem ég bylgið öðruvísi, þannig að ég er allt, veist, þetta er 18. mál, veist, ég lendi núna dag mjög skemmtilegt, þannig að ég var í Manchester og var að hitta bara þessu fólk frá sama svæði og voru með nokkra Íslandingar með mér. Ég bara, mér leiði bara eins og var heima hjá mér. Veist, og bara sama mótt og sama momentum og þetta bara svona, það var rosa skemmtilegt, sko. Þetta er skemmtilegt og svo er bara, ég er miklu meira extravagant á íslensku. Og í raun og veru ég nota þetta, veist, nýja persóna, eins og, veist, myndi að segja íslensku kokka, í því að vera meira extravagant, meira svona elegant, meira svona, ég veit ekki, meira svona opinn og... Já, bæði opinn, en samt sko meira svona, ég er meira þetta kannski ekki í dag, en þá var svolítið mikið svona, ég þurfa þetta er ekki keppni heldur, þetta var svona eins og ég þurfa að gera vel, sanna mig. Já, akkurat. Ég þurfa alltaf að sanna mig til að geta, ég má ekki gera neitt sem þú skilur. Ég var aldrei í vesinu með neinum, ég var alltaf bara að passa, ef var einhvað ófullið þá bara lappi út og ef einhvað gerist þá bara lappi út. Þetta var svona svolítið mikið að passa upp á að við sko daginn, já þegar við vorum með kalda, eftir 5 ára kalda fór ég einhvað eftirparti, það var mjög góð fastakunni okkar sem baði mig í eftirparti á Klapparstíg og ég hef aldrei farið í eftirparti bara yfir höfu. Var þetta á Baldri? Ekki fyrir miður, hann er aldrei bjóðið með eftirparti. Og þá mæti þarna og mér fannst bara að þetta var bara svo realist fyrir mig að mæta þessi eftirparti og svo bara allir horfa mig bara, býttu, hvað er kokki að gera hana, kokki konti og ég bara svona ok, þetta er ekki þú varst í þessu partí, held ég. Þannig að þetta er svona, skilur, ég þurfa alltaf að passa upp á mig. Þetta er líka að hjálpa mikið með, þegar ég var að segja á hann, ég drekk ekki mikið og ég er ekkert mikið svona í áfengi, ég get bara tella niður með eina hendur hvað oft ég hefur verið fullu og hérna. Er þetta ekki mest megnis erlendis, þú farið þér í glas? Já og nei. Það var alltaf regla. Það var alltaf regla að drekka þegar í útlöndum og svona, en svo bara, ég hef búin að leita í nokkuð svona leiðilegt ævintýri og það er bara það, sko. Ég held að, já, kannski fór ekki þangað. Já. Ég vil ekki heyrt frá mörgum ekkert að tala hvað það væri extrovert, sko, þegar þú komst til Íslands. Svona fyrstu kynnina þeir hittuðu kannski þegar þú varst að vinna og svo þau að labba niður Laugaveginn og Íslendingur svona fyrir 2010 var svona frekar bældur og þegar þau voru að labba niður götun, hann var bara hausinn niður og ekkert að segja hæ. Svo kemur einhver maður hinum með götun og öskrar hæ. Og þau bara vita ekkert hvað þau að gera og kemur og faðmar þau og þau bara fara alveg í keng. En það er svolítið minnistætt þegar þú ert eini maður sem ert að gera þetta örugglega á Íslandi. Já, þetta er nefnilega,
þetta er bara það sko, þessi með snertingar og sem Íslandingar hefur ekki, það er samt að breytast, en ég mann þegar við keyptum kalda, ég er mjög góð stóra saga því þá var Arnar Logi, ég er búinn að vera úti og kemur til Íslands aftur og þeir voru með að breyta aðeins English og English pub og þá ég fór að vinna með þeim og svo bara kokki, við erum eitthvað gegga stað og opnaði stað og ég bara strákar, ég að fætta Brasilíu. Þannig ég er single og bara svona, ég ætla bara að taka kjötgehátti í Brasilíu í ár og ég er búinn að fekkja Logi í svona 15 ár þá, svona 10-15 ár og hann í vatta sig bara með draumi að fara til Brasilíu og ég bara, ok, komdu bara en ég sagði komdu bara svona komdu bara nema Logi segir bara herri, geggja, ég skal skoða þetta svo 2 tíma setna sindi hann bara, herri, ég er búinn að kaupa miða og ég bara, ok og já, má Andri líka koma með ég bara, hver er Andri aftur? Já, Andri er sem átt vegamót og ekki gaman og ég bara, geggja og ég er búinn að fekka Andri bara svona í svona hækka sér gott típa. Já, kunni ekki. Svo mætu við til Brasilíu. Þannig að ég er búinn að bara skipta breyta alla mína skipulega fyrir Brasilíu. Ég er einn í Brasilíu rauðvis, ég er með 2 vinir og við bara hafa þetta gaman. Nema einhver tíma, ég er með íbúðið mín þar og er bara að halda partí og þetta er orðið bara allir drekkandi og ég er bara að drekka líka og bara allir að geggjað. Þessi Arnar ringi okkur og segi bara herri, strákar, ég verð að kaupa kartið núna eða ekki og ég bara, yeah, let's go kaupa kartið og ég sagði, ok, geggja svo bara glemdi þessu og fórum við að halda áfram ég var 2 vikur viðbútt í Brasilíu og kemur tilbaka, þá kemur Logi og Arnar bara, herri ekki svo vel, líklega bara þú má gera eins og vil og ég bara, hvað meinar? Já, við bara finnum út hvernig þú borga eftir á og þetta er bara að gera eins og vil. Það sem að gerist þá er að Arnar nefnir, við þurfum að kaupa kalda núna eða ekki. Já, en sko... Af hverju sagði núna eða ekki? Því það var búin að vera svona umtal kalda og ég var ekkert viss sem ég langaði að vera með kalda. Ég langaði ekkert að fara svona, á þessu tímabili þá var ég búin að vera að hafa þeim með English pub og það var bara svona, búin að fá OK á Trúbadur. Nei, come on. Ég segi það líka. Sorry. Og á þínu tíma. Ég elska Trúbadur í dag. Jú. Og þá ég var bara svona, ok, ég var í ljósmyndu mikið, búin að vera búið til stúdíó, ljósmyndustúdíó, var að vinna með þar og var að byrja að ganga vel. Þannig að ég var ekkert viss sem ég langaði að fara í barbransa, fjárfesta í barbransa og tíma líka. Þannig að og ég er búinn að vera, kannski ekki, ég er ekkert viss. En þarna byrja svona aðeins að draga út að kalda var til sölu og það er komið fleiri fólk sem vil líka kaupa kalda. Þannig að manneskja sem var með kalda sagði við Arnar bara, herri Arnar, ég er með annað tilbúð, þannig að þú verður ákveðið að kaupa kalda núna eða ekki. Þannig að já, við gerum það sem var bara einn á besta ákveð sem ég ger í lífið mínu, sko. Herðu, stráka, fyrir fólk sem hefur ekki hlustað, verðum við ekki að segja þeim frá því hver eru Arnar og Logi? Þetta er ég veit ekki alveg hvernig að byrja það sko. legendalega bara svo kannski fólk átti sig á því, þú veist, þá bara höfum við allir hérna við borðið unnið fyrir Arnar og Loga eða vinnum fyrir þá. Já, vinnum fyrir það. Þannig við kannski aðeins að segja Það er mjög góð vinnið þeirra. Hvað getum við sagt um Arnar og Loga? Sko, pýrum bara með Loga. Loga er sem sagt bara sommelier og bransanum, læri þjóttn og þannig að aðeins í eldri kynnslóð en búinn að vera að vinna og eiga norkastöðu í Reykjavík, svona leysindri staði, svo Kaffi Viktor, við talaðum áðan, og Lækjabrekkum og Kaffi Solon á sínum tíma og Torvaldsinn, þá kynnist ég þeim, svona að Logi vel þar. Og svo er hann er búinn að vera í þessu grúpa og hann fer út þessu grúpana og byggja upp sína eina svona... Sitt eigið bara, Já, þannig að hann byrja þá með Arnar sem var að sá sína tíma hún Torvaldsinn og þeir frá því það bara byggjast þessu besta staði í Reykjavík í dag sko. Já. Ég er bara svona að hugsa þetta núna, við vorum að segja þetta, hvernig á að tala þetta, fyrir þeir eru bara besti vinni mínir og ekki bara besti vinni mínir, þeir er búin að vera svo mikið eins og ef ég fer tilbaka með eins og manneski eins og ég sem kemur til landsins, ný land og
engi fjölskylda, engi vinir og svo allt í einum þú það að sanna sig og það ekkert allir sem sé þetta þannig að það ekki allir sem bara okay, þessi maður að sanna sig þetta bara öðruvísi fyrir mig allavega var þannig og Arna og Logi var þannig fyrsti svona alvörinni gauðra sem bara heyrðu, þú hefur alveg potential við ætla að hjálpa þig við ætla að vera með þér og þetta ekki bara, bara finna með mér, þetta bara að hjálpa hvað það þú þarf en ég hef Arna og Logi til næmi skilur ef ég ennþá í dag, ef ég 45 ára gammal ef ég þarf að gefa dagir svona stóra ákveðum þá ringi bara bara alltaf, bara heyrðu, ég með svona smá pælinga, geti fáið kaffi og út af því þá ég hef átt að vera með þessu traust á milli bæði með að þegar við byrjum með Kalda og þegar við vorum með Oliver og þegar mann einhver tíma þá ég koma heim frá Brasíli, flutti Brasíli sem á tíma og það bara þið bara heyrðu kokki hérna getur aðeins að fara yfir með Oliver með mér bara ekkert mál, Oliver var mjög vinsæll staður og þá ég bara svona já ég vissi ekki að það var svo vinsæll ég mæti bara eitt kvöldi og ég var bara svona bara tróðið það í gangi tróðið ekkert svona í orð fyrir þetta var bara svona crazy Hvað heldur þú að gert margar mojito á Sko þetta var mojito tímabili þannig að það var bara allt crazy mojito ég man einhver tíma þegar Oliver var mjög vinsæll þá var ég með 2 steppur að vinna bara til að preppa fyrir mojito þannig að við vorum með kannski 400 glös og þið voru bara með myndu og læm og Hvað ert þú svona þessi bíómyndur því þú frá Brasilíu og svo Íslendingur að búið til mojito og þú svona henda til þetta er ekki mojito Nei, ég ekki sann en ef þú gerir vonda caipirinha þá þú verður reikinni strax Þannig að það var svona eins og segja fara aftur til Arna og Lóa þannig að þeir eru bara mjög góði vinn mínir og þetta er bara legendary og í bransanum eins og segi mjög margir unni fyrir þeim og myndi alltaf að vinna fyrir þeim aftur að þeir eru bara logi alveg við sínum og passa upp á allt sé í topp 10 alltaf, allir vera að líða vel þeir vera að líða vel þeir sem vera með honum vera að líða vel og það er alltaf mína upplifum og ég læri líka frá þeim að þegar ég var búinn að koma í business með þeim að allir starfsfólk mitt vera að líða vel og þessi nýst það nummer 1, 2 og 3 er þetta svo fólk þegar að fara í þessu bransa þetta er bara, ég ætla bara að drekka, hafa gaman og þetta er alveg nummer 3 og 4 skilur, nummer 1 er bara, teiminu þín í lagi til að, fólk spyrir mér oft hvernig að láta Oliver á sínum tíma ganga svona vel og Kalda ganga svona vel bara, þetta byrja heima heimavöldu verða skiptir óslega mikið máli ef þú mæti heimavöldu og eða skítur þá er bara þú strax að byrja í mínus eða skilur hvað og þetta er bara svona eitthvað svona skóla sem þeir hefur Logi sérstaklega hefur kynnt okkur ég veit ekki kannski með ykkur líka að þetta verður að vera í lagi til að allt hitt verður í lagi þegar kemur fyrsta gesti fyrsta bjórin það er búin að selja bjórin það verður að bæsa upp á hvernig maður selja næsta fyrsta bjóri alltaf bara komið og þetta verður alltaf að líða vel ef þú líða ekki vel, það er bara eins og segir við smitast út kendi Kristján þessum tíma bara bjórin er bjóri alls það akkur er fólk að drekka bjór hjá okkur hvítivín, ef þú ferði hvítivín og rauðvín og þessu hvernig brans er í dag, það er ekkert mikið úrval þannig sér akkur er þessi staði virka betur en þessi stað það er ekki út af verðum skilur, það er ekki út af því að það kostar meira að minna þetta er af því heimavöldu verður að vera rétt það skilur hvað er með fólk líði vel og þetta er eitthvað skóla sem þið hefur gett finnst mér þetta er bara svona meira líka þetta er ekki bara ég eins og þegar ég var á Kalda og þá var allir bara kokki kaldi og þú er bara kaldi og þú er bara kaldi og ég er bara svona, nei það virkar ekki þannig ég er með teimi sem fyrir með mér ég er bara kokki kaldi af því þetta er ég er andlitsstaði líka og í dag er að vinna í öllum ég er að líka frífa klósettinum og gera allt en ég er bara andlitsstaði en ég get ekki geta einn þetta er bara svona, skilur, ef þú spyrir mig að skrifa Peru á Kalda, ég veit ekki hvað Peru er. Skilur hvað fara, þannig að við hefum bara teimi sem séum bara allt með sína luttverk og lat gera sitt og við gerum bara vel og passa upp okkur annað, ef ég þarf að hjálpa að skipta Peru, þá verð ég að hjálpa að skipta Peru. Ef ég þarf að
Kristján eða Logi eða Arnar komast fram, ég man í COVID sínum tíma, þá voru við bara með díl, ég og Arnar, þegar voru að loka fyrir COVID, þá myndi hann að koma og rífa kaft. Já. Og ef myndi að opna fyrir COVID, þá ég myndi að koma og segja bara, þetta er góður, allir velkomið og brosa. Það var svo fyndið, hvað þetta svo virka svo vel eftir COVID, þá var allir koma til okkar og segja bara, wow, þetta er eina sem ég langar að koma tilbaka, af því þú varst alltaf í góðu skapi þegar þú komið út í útivappi, sjóvappi eða whatever. Þannig að þetta er þannig, við þurfum að vinna saman til að geta, þú veist, ég myndi ekki geta þetta eitt, sko. En eru þið að tengja við hvernig hann lýsir Arnar og Loga þá? Já, 100%. Þeir eru líka ansi skemmtilegir í glasi líka. Já, þetta er hann að saga. En nú er ég kannski búin að fá svona grunn upplýsingarna sem ég þurfti Gogga. Hvað viljið þið vita, strákar? Ja, með starfsfólki hérna sem við talum áðan, sko, ég og Goggi unnum saman hvað í 10 ár. 10 ár, já. Það er örugglega full vinna að sjá okkur, sko. Þá, eins og til dæmis tímabilið sem ég alltaf að ringi þig á næturnar þegar í svefni. Já, í svefni, já, ég mann til því. Í svefni? Já. Í svefni, hann ringdi í svefni. Þetta var mjög skrítið og Goggi alltaf bara, ég er með 20 missed calls, eitthvað skilabóð, bara er allt í lagi. Ég bara, já, ég er bara svoandi, hvað er það? Og ég var alltaf bara að vekja hann klukkan 5-6 á mótnana, bara að ringja hann og bara í svefni. Já. Og þú náttúrulega einhver taugar hrúa þarna, getur ekki sofið, bara það er eitthvað að honum, ég verð að fara að tjekka á honum. Já, einmitt. Eins og betur fyrir að þú fór í sambandi, af því það var akkurat, ég gæti að ringi kona inn og segja bara, er hann á lífi? Þetta er bara eitthvað sem En þetta er það, hjá mér er þannig, þetta er bara fjölskylda mín, eins og segja á hann, sko. Þetta er meira bara svona, þú veist, ef þú er í teiminum, þá er þú í teiminum. Þetta er bara við að vinna saman og gera saman hlutum og ef þú funkar ekki í teiminum, þá fyrir mig þú getur ekki verið hana. Þetta er bara þannig, og þú veist að hvernig þetta er og þetta er bara nummer 1, 2, 3. Þetta er bara 1, 2, 3. Þetta er bara teiminum, þetta virka, ef einhver vesen, já, mér líður ekki vel, bara fara heim. Við getum bara að vera 1 mínus í kvöld og við vinnum fyrir því. En næst þegar ég verður veikur, þá þú verður ekki að fatta. Þetta er bara þannig og ég held að sé bara, og ég vil bara segja við allir sem er að lusta þetta og sem er að fara að opna bar. Þetta er hérna triksinn, sko. Þetta er erfitt. Að þetta er bara tilfinninga, sko, ég held að sé erfitt sem við gerum er að reyka fólk. Já, klárlega. Meira að segja að fólk er að bara skýta upp á bak og við er bara svona, já, hvað segir þú, hvernig á að segja þetta manneski? Hann er ekki lengur í teiminum, skilur. Ég man akkur þegar við lentum í þessu, þegar við þurftum að reyka manneski út af einhverju atviki, hvað við vorum lengi að sannfæra sjálfur okkur að þetta væri rétt ákvörðun, sko. Maður getur séð hvað að gerist, bara ok, þetta er viss. Og ég bara, Kristján, skoða þetta eins. Og bara, það getur ekki verið, bara, já, skoða þetta. Bara, maður sjá aftur. Þetta voru svona klukkutíma að horfa eitthvað vídeo sem var bara 20 sekundur. Meira örgla, sko. Já, þannig að þetta er þannig. Ég held að sé líka skilja sig fyrir viðskiptavinir og fyrir hérna fólk sem í kring. Þannig að og svo er bara easy, þegar þetta er svona og ég mæti vinnunni, ég man þegar við vorum að kalda, þá bara er ég bara fyrst sem ég geri, er bara að fara að tala við teiminum, skipti ekki hvað klokkan er, ég knúsa allar, spyrir allar læg með allar og ef maður sé strax hvað er ekki lægi og hvað er ekki lægi og bara fer bara að tala við kunna og svo bara byrjum við bara kvöldi. Það tekur alveg 45 mínútur hjá mér að mæti vinnunni þegar mikið gera, sko. En þetta hjálpa alveg mikið, svo er maður náttúrulega bara þá að vinna með vinnu sínum sem er hans gaman, sko. Já, ég meit, fyrir þetta það. Svo erum eitthvað þessi reglu sem ég allan hef átt að vera með og er búin að breyta, en það má ekki drekka í vinnunni. Þetta er ekkert... What? Já, þetta er bara... Annað en byggi, sko. Annað en byggi. og þetta er svona, þú má drekka eftir vinnunni, en í vinnunni, þetta er bara, þetta er, eins og ég sagði á, þetta er teimin. Ef þú dettur, þá dettur teimin. Það skilur hvað við. Þannig að ef, og svo er bara líka þannig að þú kemur eitthvað annar manneska sem er eins og ég, ef ég og þú byggi, ég veit ekki kannski hvað þú drekkur mikið, en ef ég og þú tekur svona 5 skot, ég er á raskatinu og með að þú sé bara að byrja bara, að vera gaman hér. Það byggir rétt að byrja. Þá er svona svo er bara, skiljur, þú kannski erum við að fá eitthvað nýtt mannski sem er kannski tvítur og bara heldur þessi bara aftur læg og svo bara aftur inn og hún bara full bara hvernig skvöldi, skiljur. Þannig að ég, með reynslu, þetta er ekkert bara af því ég búið þessi reglu, þetta er bara með reynslu að vinna svona mikið á kvöldi og með fólk og svona. Það fattar ég bara, allir bara 100%.
svo bara mér alveg sem að koma að gera eftir vakt eða bara, heyrðu kokki, mínir hérna, mér langar að drekka með þeim og ef þú má fara, bara faraðu og hafa gaman en ekkert í vínandi. Já, það er líka alveg myndir yfirfæra þetta yfir í einhvern annan atvinnurekstur eða eitthvað að það væri í lagi að taka 5 skot, þá væri það smá skrítið sko. Já, einmitt, það er það líka sko og það er nefnilega það sem ég held að hjálpa svolítið til að ekki drekka í þessu bransa af því þá er ég bara með vinduna því að hvað er að gerast alltaf veist, og vita 100% ok, veist, þetta er svona þetta gerir svona ef einhver vesin þá er alltaf einn sem tek ábyrgð á því ef við loka kemur og út af einhver ástæða hvað slagsmál eða whatever ég er ekkert blekað að tala við lokuna þannig að ég mís alla mína réttinda skilur hvað ég fara og þetta er bara business ég hef aldrei horfað kalda sem er skemmtistað fyrir mig þetta er bara alltaf bara business mitt þetta er bara eins og ég myndi að opna búð út í bæ sem að selja barnaföt þetta er bara nákvæmlega saman já, ég held að sé svona smá svona pælinga í því sko hvernig ég hugsa allan þetta Ég held að það sé virkilega eina ástæðan okkur ég hef enn svona lengi sko af því ef ég væri það er ekkert út af því Kristján, það er alveg marga ástæðan þú var hérna lengi Já, Það er alltaf bara hvað það sko. Já, mikið sko, hvað er ég að byrja Sko, þegar ég mann eftir Kristján kom og hann var að vinna bara mándaginn og ég leindi einhver tíma við vorum bara alltaf mándaginn svona í 1 ár og hann var rosalega feimur strákur var mjög svona það er svona, maður kannski hann var að horfa við, tala við fólk, hann var bara rautt fyrir frá, það er erfitt fyrir hann að tala við fólk. Og ég bara svona, ok, það er eitthvað sem ég get gett við þessi strákur. Það er eitthvað svona, þurfa þess að vinna meira í honum. Svo hættur rólega fór hann að opna sig og hafa gaman líka, bara, Kristján, snúist ekki að tala, ef þú ekki tala við fólk, það tala ekki við fólk. En það er nefnilega gaman að upplifa, að hlusta sögu og tengja fólk og ég man einhver tíma við vorum bara við 2 á einhver fórstanskvöldi og það var bara brjála að gera og Galda var ennþá líti það var ekki búin að opna lengur þannig að við vorum bara við 2 var engin dýravör og það var bara við 2 bara ok, tökum með það og við byrjum bara svona klukkan 7 alveg til 3 bara við 2 bara það var bara svona eins og masín sko og þá staðinn til að klára vaktin bara svona reiður og leiður og bara þetta er svo erfitt við vorum bara og geggja sölu og bara allir ánægð og bara reynda við vorum svona 3 tíma að ganga frá það var glöðsett það var, mæstu þetta það var bara svona, maður bara svona þetta er svo gaman að við svo allir glaðir og við vorum bara svo mikið við vitum að fólk var að bíða þannig að við vorum svo mikið að spjalla og láta fólk að vita þetta er að koma, ég sé því og dælega svona 20 bjóri í einu og bara, þetta er svo vel þannig að þetta er bara gaman að tengja við fólk þetta er gaman að kynast fólk þetta er bara svona, ég bara tóku frá Galda allir þessu ári sem búin að vera þarna ég er búin að hitta svo margir skemmtilegt fólk og allt í einu við setjum bara klukkan 2 daginn þar engi og bara að labba inn einhver algjörmeistara rússa sem er bara allt í einu þetta er bara gaman En svona, var ekki KC-gurinn mástu eftir húnum? Já, Rússi KC, ég var hugst til hann sko þannig að bara maður tala valla einsku Hver er KC-gurinn? Hann átti fransæsið KC í Rússlandi eða eitthvað talaði ekki ensku og þú varst að tala hann var með á snekkjum við hopni og kom bara inn og bara allt í einu bara setjum hann það þar og við byrjaði svona Google Translate og bara já, haha, og byrjaði að hlæja og segja sögu og er bara svona einna líka sem aði í Rússlandi. Hann sagði bara svo eftir á að skrifa fyrir okkur að það er fyrst skipti sem hann er með lífsvöru með sér. Hann var bara einn bara mæti og bara hann líði bara eins og var bara venjulegt manneski. Já, kom alveg, já. Tók líka bíómyndadóti ég ætla að kaupa randa á alla inn á staðunum. Já, hann gerir það. Hann gerir það. Þetta var ekki mjög, hann var eitthvað svona 2 milljónir eitthvað. En hvað, kemur inn í Kalda 2016? Nei, 2014. Já. Þú ert að koma inn, heyrðis mér á frekar góðum tíma, getur það ekki verið það? Sko, þetta var einna tíma sem var mikið túrism í gangi. Þannig að, það kemur hvað heitir það? 2010 þá byrjaði allir túrism að koma á Íslandi og þá er ég komið til Ísland 2013 og þetta var svo skrítið að sjá að þetta var allir bara á Íslandi heldur sem, já,
nema Olstofa voru allir bara á Íslandi hugsa túrista þannig að það bara auðlýsa bara fyrir túrista og það bara mæti inn og ég bara labba inn á Íslandi bara ég fekk engi þannig að þetta kalda kemur þá ákveðum bara við að gera þannig að það væri bara svona við ætlum bara að gera stað fyrir Íslandinga og ég mann rétt alltaf, næ, kokki, þetta er bara mannmasíni, gerur bara mannmasíni með Íslandinga og þá kom kaldasögu þannig að við notum svolítið mikið kaldasögu lítli brugmiða út fyrir norðan og svo ég og svo bara við bara taka móti fólk bara alltaf, ég mann fyrsta 2 ára kalda ég var bara hvað einast deg þannig að vinna og þá bara þannig, það var engi stað sem var svona hugsa Íslandingar, það var bara íslenski stað það var ekki nafni kalda á neinu stað það var, fólk vissi ekki að kaldi var til nema ef þú vissi að kaldi var til og það var ekki mikið að gerast og klappast í og það var ekki neitt hana. Það var bara Café Rosenberg sem það var bara svona virkar ekki mikið það sem Ærismann eða ekki? Jú, og það var bara ekki neitt fyrsta 2 ára var ekki, það var bara við svo fyrsta ári hindi ég Samuel Samuelsson sem úr Jaguar og hann bara hann elskar Brasilíu og ég bara ef við gera batucada. Hvað er batucada? Það er svona karneval í Brasilíu, það er svona trömmuna og fólk að dansa og hann hefur farið til Brasilíu og heimsækja mig og bara, gerum það bara, í alvörinu, bara, svo kipti bara einhvað smá trömmuna og svona og við gerum þetta inn á kalda og það er bara sprengist aðeim og kaldi hóðu aldrei var eins eftir það þannig að við vorum bara fullt hús bara til í dag Þannig að þetta er svona 2014 og gerum fyrsta batucada og við erum búin að gera í 12-11 ár við stopp 1 ár út af COVID en það er bara alltaf fyrir fram að núna tekur bara þáttur út á götu og það er bara feður og kiki og allir bara svona með en þá erum við kannski með svona 700 manns út á götu bara að dansa batucada það er bara dansa með trömmuna eftir minninganótt Manstu þetta er síðustu menninganótt við bætum með okkar 20 tíma vinnudagur og batucada þetta er bara besta dag þetta er akkurat þannig típað á vakti sem maður mæti bara tilbúið og ég man einhver tíma þá einhver batucada sem þú kemur til mín og segir bara ok það er bara aftur maður blóta þetta já það er aftur fokkana ég bara, engin glös bara láta þetta ganga við má ekki stoppa allana bara láta ganga það sem við hefum og ekki stressa neitt og það var bara við vorum með allar okkar 12 dælu og svo við vorum með alveg 5-6 dælu viðbútt bara út alla húsið og bara bjórkranna niður caipirinha fyrir allar og þetta var bara svona alveg kaos en falleg kaos þetta enda svo fallegt og ég sagði hann bara þetta er svona dagur sem er bara sem við gerum þetta er bara reddingdagur allt sem gerist við bara redda á eitthvað sprakk í snúru bara reddum við það bara þetta virkar ekki bjórkranna við reddum við bara vanda hvítvin við reddum þetta klakka reddum við allt þetta er ekki bara pæli bara panika þetta er bara græja þannig að þetta er bara svona Það er bara svolítið fyndið að því að marathónið er daginn þetta er svona svipað fyrir okkur ég held ég að við örgulega tekið svona 30 skref cirka á hverju menning ég mannilega síðast minning og það var hvað þú segja þetta ég er bara búin að vera 20 tíma að vinna og ég er að hjóla heim klokkan 4 og ég sé löggubíl að gefa mig ljós og hann svo er bara vinur minn sem var að keyra hann bara, ok, hvað segir þið? Ég er búin að vera 20 tíma að vinna að keyra heim og ég bara, mér finnst það ekkert klokkan 4 nóttina ég er bara inn í löggubíl þetta er ekki eitthvað fallegt ef ég kom með myndavél eða eitthvað stæðna þá verður pottin í vísibóndur í þessu morgun það meina en ég tók ekki það þetta er svona alltaf, við erum með fullt af sögum og fullt af svona bælingum og eins og með kalda við vorum búin að vera að ferðast með starfsfólk okkar og ferða bara allt út allt og í Evrópu og í tverralægi og þar við gerum það mikið fyrir staffi og svo er bara akkurat eins og segi en það snýst bara þessi persónulega tengt og allan ég held að sé svona góð í því að tengja við fólk svolítið vel, fólk mann svo eftir svona smá lutum það er bara svona eins og
að þú lapa í banka hvernig steg og það er einhvern segir góðan daginn og þú bara einn daginn segir þú góðan daginn bara þetta mannski er að segja góðan daginn þetta sé vika saman með barinn ég fór hérna góðan daginn með Arna og Olli partnið okkar á Galda út að borða, við fórum á Fimmistað og við vorum okkur að tala um þetta, við fórum bara á 5 svona randastað og á þessu 5 randastað ég fann ekki tenging ekki neitt bara svona maður mæti inn, maður fá hérna bjór bara, já, það er ekki svo vel svo kostar svona mikið, takk fyrir og bara lappa ut og það var ekki að spyrja mig ef við varum lægi eða vantar eitthvað meira og maður skoða matsel, eða skilur ekki neitt það var bara svona sem er rosalega mikið í dag bara þannig að þú bara mæti inn band og fara skilur þetta bara svona eins og Já. Þetta er ágætis pæling sem mátt að segja með hvernig fólki líður og ég sjálfur svona ströggla við þetta af því að ég er kannski svolítið bundin af því hvernig svona orkan af fólki þegar kemur inn ef ég finn svona vonda orku þá er ég bara svona, þá fer ég strax í lás ég sjálfur, það er gallinn minn og hvernig svona dílar þú við þetta að það kannski það er mjög auðvelt að entertaina mannesku sem er í góðu skapi og kemur inn og bara gusla hress en svo kannski kemur einhver inn með neikvæð orku þú veist, er það þitt markmið að snúa því? Hvernig nálgast það? Ekki kannski mjög markmið og ekkert svona, ég er ekkert þarna til að snúa neinu við, sko. Ég er þarna til að vera kokki og til að vera skemmtilegur. Ef ég er ekki nóg skemmtilegur fyrir þig, bara fyrir miður, ég get ekki, en ég er bara með þessu motto að þannig að það er svo erfitt að vera vondur við einhvað sem er góður. Þannig að þegar þú kemur í prós og ég sé oft við dýravor okkar, þú er að prósa og segja góðan daginn það er svo erfitt að þú bara verður með eitthvað skilur, þú þetta er erfitt fyrir þig eða svona fyrir manneskja sem er í vondi skapi eða með vondi okkur í að díla við góð okkur, eða skilur hvað að fara og ég veit að við hefum oft lendið í því að það bara ekkert hægt að snúa og við lendum bara í því bara morgunsinnum en þú enda alltaf bara svona, ef við samtali enda bara, ég er búin að vera svo næsi við þig við skilja ekkert að hverja þú er í vondu skapi það er ekkert mitt vandamál það sem þú er að lenda í og oft líka með tíman allan að þú bara byrjar að læra á fólk þú veist, einhver tíma vorum við með akkurat fastakunni sem búin að vera mjög góð fastakunni og svo bara byrja að sá að hann var svona að lenda eitthvað vandræði í lífinu sínum og hann kem inn og við svo bara herri við ætlum bara að setja þig á hold pásu aðeins bara akkurat, bara ég veit ekki hvað er að gera í lífinu mér langar ekki að vita, það er ekkert mitt vandamál en þú er einhver stað sem þú verður að laga sjálfur þú get ekki koma að hinga og gera allt crazy af því þér líður illa og hann bara horfa á mig áður hann byrja að opna munnum bara, ok, ég skilji svo bara, já ég er ég mér langar ekki að vita það er ekkert mitt skilji, það er ekki mitt þú veist, það er ekki mitt vandamál þannig sér, en þú það bara að laga sitt hjá þér og þú er alltaf velkomin því þú hefur alltaf verið næs og það er bara fólk byrja að bæla, hugsa ok, það mína okkar er ekkert að passa lengur þannig ég sjálfur verið að breyta til að geta komið svona aftur og ég held að sé með tíma og þetta gerist ekki á einan degi með tíma byrja maður að læra þetta og svo eins og segi, það er stundu ég er bara verið víkjana það maður svona, ég þurfi bara að mæta á Galda oft og bara vera kvöldi og hósta og res og mjög mikið af fólk sem tekur þessu okkar og bara, þú tekur bara, það er svo gaman að taka þessu okkar þetta er bara svona, þú bara kakki, og í svona 4 tíma það er bara svona skilur þetta er bara svona þú veist, dreina, þannig að ég oft er með reglu að ég fer bara heim og tekur svona klukkutíma stuttu bara til að geta reynsa þessu, skilur okkar og þessu pælingar bara, þetta er rosalega mikið sem þú gefur og fólk tekur og þú bara enda bara sjálfur ekki neitt þetta er alveg hvað að tala um ég get alveg svona sagt það fyrir mitt leiti að minni reynslu af svona mönnum eins og ykkur sem er ekki svona bari mér líður eins og því sem er doktorskráði í mannlegum samskiptum já, við erum með það veist, bara eins og ég sé Baldur bara, þú veist, bara snúa mannesku bara með því bara góðu viðhorfi eða svo góðu, hvernig geti ég orðað því kannski geti talað meira um þetta í stráka hvernig svona hugsið þið þetta?
það kemur rosa mikið með æfingunni eins og Góki sagði mig að ég var mjög feiminn og þegar ég byrjaði, núna í dag sér maður þetta smá sem svona challenge líka þegar maður sér einhverja mannski komin í vondskapi og maður svona, ég ætla að sjá hvað ég get gert í þessu og maður fer og reynir að vera úslega næs og jafnvel segi einhverja brandara sem Góki hefur satt mér áður. Ekki svartabrandara sem þú má ekki gera. Ég hef reynt, það gekk ekki vel. En ég líti alltaf á þetta sem challenge, að ég vill að fólk þegar það yfirgefur staðinn að það sé gladara heldur en það var þegar það kom inn, sko. Algjörlega, og ég held að sé líka bara einmitt svona ákveðin hérna, mér finnst það alltaf að vera svona ákveðin sælutilfinningu, við höfum nú alveg kannski rætt áður að vera, þú veist, hérna, inn á staðnum sínum og þú lítur í kringu þig og það eru einhvern veginn allir í góðum gír að hérna, þú veist, drekka sem bjór og það er allir brosandi, það er allir að hafa gaman, þú veist, eða þú veist að vinna seint á laugardagskvöldi og það er bara brjálu stemning og það er allir hérna bara slammandi við lagið eða tónlistina og bara svona, þú veist, já, maður er að gera eitthvað rétt, skilur. Þetta er náttúrulega í nafninu skemmtistæði, sko. Fólk á að koma til að skemmta sig. Maður þarf veist að standa við það. En hvað, ok, þú kemur inn 2014 og kalda, hvenær svona fer að hugsa, þú veist, ég get ímyndað mér ef einhver myndi bjóða mér að taka við stað og ég þurfti að setja ykkur svona minn tíma, mitt fjármagn og allt í þetta. Maður er kannski efins, maður er stressaður, maður er kvíðinn fyrir þessu, en hvenær fattaður bara, þetta er að ganga og ég ætla að gera þetta. Við ættum meina þegar ég ákveð bara að vera með kalda áfram eða? Já, bara bara, þetta er bara málið og hérna, þetta gengur vel. Sko bara fyrsta vika, já. Ég verði að vika en það, sko. Þetta var bara svona mjög challenging, en það var bara svo, eins og sagði við þig, þetta bara snýst bara þessi teimi, veist, ég, Arna og Logi og svo Óli og Andri, ég fekk bara svo mikið bara svona, fokki, gerum þetta. Og ég var svona, má ég gera eins og ég vil? Og ég bara, já, við bara brakk upp, nema þegar byrja að koma reikning og glösum, ég var að koma dýri glösum og svona löfði og bara Logi ekki með bara, hvað meinar þú? Svona dýri glös. En mér langa að vera með flotta stað, með góða þjónusta, með góða drykkir, með góða ambient og passa upp á allir sé velkomið, allir sé hæfi allir, með alveg sama ef maður kemur akkurat í vonskapi og góðskapi, ég ætla bara að segja hæ og knúsa og hafa gaman. Og þetta var svolítið svona break point fyrir mig, eins og sagði á það. Þetta var bara svona momentu sem ég gæti bara svona, ok, ég ætla bara ekkert að reyna að vera að sanna mig fyrir neitt. Ég ætla bara að vera eins og ég er og gera luti eins og mig langa að gera. Ég ætla ekki að vera bara svona, bjór, ekki svo vel, takk, þetta þú svo kallega. Nei, mér langar bara, hei, hvað segir þið? Hvað viltu? Ég vil fá ljósakalda. Akkur ekki dokkan skilur og þetta var svona, mæstu ykkur, þetta var svona sjokk ég fíla alveg dokka, ég bara, nei, ég er að minna dokka bjór, en þetta var bara svona alltaf svona nokkuð mig gaman og skemmtilegt momentum og ég er búin að vera með þessu joke í 12 ár, sko, ég er ennþá að hýta fólk í dag sem ég bara kokki, ég er ennþá að hugsa þessu joke fyrir 12 ár og síðan skilur við, þú man eftir að hefur komið og hýtt mig eða hitti Kristján skilur, bara að fara á dönsku ég fer bara á dönsku til Baldur skilur. En þetta er bara gaman þú kemur pros og það er bara svona þessi prost er minn, geggja svo einhver tíma var ég að mæti og röri í ævindri land og kemur bara bar og sér bara þessi strákana var gett á kalda, svona nokkuð minn við voru á kalda, við hittum á kalda, fórum bara heim og hann er fættur, skilur og það er bara að þú er að byggja upp svo mikið minningar fyrir svo margar, þetta er svona momentu sem þú hefur til að gera einhvað skemmtilegt, eins og við vorum að tala á þetta er bara svona, við vitum alveg hver er í mamma helgi, pappa helgi og hver er að vera að skilja, hver er að byrja saman skilur, við vitum allt og einhver tíma þegar við vorum svona á Sigurd vakt og ég mæti á Kristjáns vakt var allt úr þessi fólk og bara alla mömmuna var það og svo bara alla pappana var, skilur þetta er meira tenging við fólk en þú má heldur eina sem maður fannst sér fyrst var svo skrítið var bara, það var ekki svona venjast þannig að eins og Kristján var að segja, ég mæt kannski sundlaug og sunnudaginn og hitt fólk sem var bara detta í það kvöld áðan og ég bara heilsa fyrir þeir voru bara að knúsa mig, ég elskaði ykkur ekki svo mæt sundlaug daginn eftir þeir voru bara svona að horfa niður og bara skammast inn skilur, það var svona minning var þannig fyrir þetta bara, nei, þetta er ekki þannig hæ, hvað séu gott, gaman að sjá ég gæi þetta var bara gaman skilur, þú er á kalda til að hafa gaman og mér alveg saman að þú verður að drekka hvíti við klukkan 12 í hádeginu með klukkan 2 á nóttina
við erum bara að hafa gaman, ég ætla ekki að fara að dæma fólk, þetta ekkert mitt hlutverk að dæma neinu, fólk drekka bara þegar við drekka og mér fannst þetta var svo mikið issue ég ætla ekki að segja fyrir Galda, en mér mann eftir þegar ég kom til Ísland allan að það var bara mikið issue að ég ætla bara að drekka bjóra á mánudagi nei, ég fyllibita ég skilur, nei, þetta bara En hefur þetta ekki brist svolítið? Jú, það sem ég er að segja og þá bara, þetta alveg sama okkur alveg sama, mér alveg sama og ég ekki að tala út af samband við peninga og græða meira, ég að tala bara okkur lítið alveg sama ef þú drekkur þetta byrja að vera sama þegar þú alveg full og leli og bara æla á gólfu það byrja að vera svona, come on en þegar þú mæta þarna til að hafa gaman með okkur það bara, þetta bara best sem gerist ég kíkti á Galdi gæ og það var bara ég hitt bara mæti hann og allir bara kaki og knúsa og það tek bara svona ég bara hætti að fara þangað, það tek svona 40 mínútur ég verða ég átti bara 10 mínútur þannig að þetta það sem viljum við gera allan ég held að þessi okkar skóla eða þannig okkar fólk sem allan í kringum með Baldur, Kristján og þessi Logi og Andri og hérna Óla og Arna við erum með þessi pælinga við erum búið til minning ekki minning, meaning fólk að hugsa það bara ok, ég að fara ég að fara ekkert á bar ég að fara á kalda ég að fara á dönsku þetta okkar markmið ég vil að þú fer ekkert á bar ég vil að þú fer á kalda, það ekkert annað boði við hef einhvern tíma einu sinni leikt kalda á 15. skvöldi það kom eitthvað mjög stór upphæði sem í rauninni verið við segjum bara þetta kostar svona mikið að við græðum svona mikið þetta kostar svona mikið og mannski bara ekki mál tunga þetta bara og við gerum það sem við fattum ekki og við gerum aldrei aftur ég vona, ég veit ekki það var bara, þið fattu ekki það bara fólk sem að koma frá Hafnarfirði þeir fá einu sinni á 3 mánaða fresti að fara út með vinni sínar og þeir fer á kalda þeir fer ekki á bar þeir mat bara inn og bara kemst ekki inn og horfa til okkur bara, hvað meinar við? Hvað á ég að gera? Og ég bara svona, hvað meinar? Ég hugsa bara svona, hvað meinar? Það er bara, nei, ég fer ekki neitt annað. Ég fer á kalda að 3 mánaða fresti. Og við erum kannski með 200 mann sem er svona. Að skugga við, sem kemur bara á 3 mánaða fresti og þessi vegna kaldi alltaf fullt. Við erum bara svona, ég kemur hérna inn, ég fá mín bjór, ég seti og tala við þig, við tala við, mann skrifir grína mér, ég heiti eitthvað Jón sem kemur alltaf saman, þetta svona eitthvað sem við erum búin að byggja upp og það er það sem ég sé að þetta sé fallegt á þessu bransa þú ekkert bara að selja bjór eða að selja áfengi, þetta snýst ekkert að vera að selja, alltaf fyrir mig ég verða að vera ekki það, ég er kannski heppinn með minn teiminum eins og segja með strákana ég þurfi aldrei að pæla í bókald á kalda ég þurfi ekkert bara svona ég vísi alveg hvað sölu var upp og niður en ég var ekkert að pæla í að borga reikninga eða svoleiðis þannig að ég þurfi bara að pæla að hafa gaman og þetta er þetta sem ég segi með Arna og Loga og strákana og eða bara þannig þeir bara ok treystu okkur og við treystu þig í þínum þannig að gera því vel og við gera okkar vel þannig að svona sagði við þeim þegar við vorum með kalda það var bara svona við hefum alveg lendið neinum vesinn, svona rífast á milli bara á andri bara við lendið vesinn þegar við vorum að gera graffiti á vegginu á kalda og við vorum bara svona að reyna að búa til graffiti með 2 svona snillingar með bjór í henduna og ég kem með geggja hugmyndi að setja Tupac og Vigdís Finnbogadóttir og Gauði byrja að gera útlínu og ég fer út og Andri ringi mig bara hvað hætti að gera? og ég bara, hvað með þér? Vigdís er geggju bara grafít á hana með Tupac að drekka bjór geggja flott og bara, veistu hvað Vigdís Finnbogadóttir er, kokki? og ég bara, hvað meinar þér? Hún er heila, þú snett hann ekki ger ekki grín með hana og ég bara, Andri, hættu þessu, hvað meinar þér? Þú kem bara allt í einu, þetta er bara alveg næstu búið og bara, hinga ekki lengra það var bara svona fyrst og einu skipti sem við leyndum og ég bara, hvað meinar? Jú, það verður hún og bara, nei, og svo voru bara svona hálftíma
og svo fer ég tilbaka og svona ég held að viss engi að þessu sögu þú veist að hann Tupac og Einstein hann búinn að gera útlínum og hári á fíkmyndist þannig að við tókum bara ok, hvað getum við passað þarna í staðinn fyrir fíkmyndist og það var Einstein eina í bóði þannig að og svo bara áttinn þegar það er bara útlínu það bara kemur kona og bara svona þú ekkert, það svona gömul kona sem átti heim að binda móti og bara þú ekkert að gera mynd af Vigdís Finnbogadóttur þannig bara, nei, þetta bara Einstein Ekki þetta til hug nema þetta var búið, hún kemur aftur og bara, þetta er rosalega flott mynd af þér og það var Tupac þannig að ég vissi ekki hvað hún vissi mikið Mér langar smá að spyrja þig út í transitionið sem þú ert komin í núna náttúrulega búin að vera ferðast hverju viku næstuði Já, ég fór í nýja verkefni sem ég búin að vera svona aðeins að vinna núna í hvað, 2 ár, 3 ár ég og Jökull og Galeo búin að vera svona að vinna saman í norka svona, við vorum búin að vera að bæli að gera okkar innan brand og svo ég var að taka myndi fyrir þeim í smá tíma og einhvað ferralæs með Galeo og þá fór ég og Jökull að tala að búið til vöru sem ég stendi bara hann, þú bara líka trendmerkið og svona sem heitir J.J. Júliusson og þá var hann búin að vera að tala við fólki í Ameríku með vindla og svo var skakkipru í Kanada sem gekk flottir og svo komum við og af því hann búin að vera mikið og bara ok, getum við bara búið til svona fyrirtæki saman sem við getum bara sjáum þetta þannig að við getum búið til eventi og vorum bara akkurat að hugsa kannski einhvern tíma setna búið til bar og ég bara ok, sko með þetta svo byrja bara þessi vín með Robert Westman og ég var bara að sjá þessi lína sem við vorum að gera fyrir Jökull sem heitir Hot Blood rautt og hvít og svo Reifin rautt og hvít líka og bara byrja að ganga rosalega vel og svo bara núna í bara lók ásins þá okkar svona, heyri, þetta gengur vel við þurfum eitthvað fólk til að vera með að sjá þetta meira svona, 100% og þeir bæði mig að koma með og vera með í teiminum þeirra þannig að ég tók þessu stór ákvörðum í að fara aðeins frá kalda í því að vera að sjá þessu vinnekur í Fraklandi sem svona mjög svona skemmtilegt ég átt að vera svona vikta í þessu sjálfur skona mín frönsk og ég búin að vera síðast 12 ára að læra þessu frönsku menning blessu frönsku menning æðisleg menning og þetta var mjög svona spennandi og spennandi verkefni og við erum búin að vera akkurat að setja rosalega mikið áherslu á Íslandi núna bæði með ég er að finna með Galeo, Jökull og Galeo og svo Nora Jones og Tony Parker ekki líka? Tony Parker, þetta er svona komið í Fraklandi San Antonio Parker Þú ert að vinna með Jökull í Kali og Nora Jones og Tony Parker Já, með vini í tengd við vini og þú ert að hitta þau hann að spila körfu með Tony Parker Já, Tony Parker var svona mjög komin að síðast ári það bara ég var ekki með þegar hann var komið í samning en ég fá myndi að einn sem var að vinna með okkur eða var að vinna með okkur og Tony Parker og ég hef alltaf verið ég er alltaf meira með þessi vattabrandara mína sem bara, herri, ef ég vinn fyrir ykkur ég verð einis vattamöðu þessu fyrirtæki og hann sendi mig mynd af Tony Parker og ég bara, hvað er þessi maður að gera var ekki að spá hvað þetta var bara svona, hver er þessi maður að gera og þá, hann er geggjagóir hann er ekki svo hávaksin Nei, ekki með körpultum og akkurat, við lendum bara í megapartum daginn í Fraklandi mjög skemmtilegur en við erum að gera kampavinn með honum og við erum að gera heila lína með Nora Jones setja hvítrautt og róse og kreman og erum við að fara að bæta líka kreman fyrir Jökull og kampavinn með honum og rautt og hvít Þú átt svolítið lag með að hitta frægt fólk og frægt fólk byrjar að tala við Ég man til dæmis þegar við fórum á UFC Gunnar Nelson Já, þetta var gaman Það var heldur gaman og vorum eitthvað að leiðin inn eitthvað partí á hótelinu þá sé ég eitthvað
mann hann að labba út og hann labba beint að þér og segir svona "It's a nice hat." Það var þetta kynnerinn hvað hann, Bruce Buffer? Bruce Buffer, já, þið takið ykkur mynd mynd saman og spjallaði saman og þetta bara, þú verður að vera á staðinu. Ég segi það eins og með kalda, skilur. Ef þú ekkert að vinna, þú veist ekki hvað viðskiptavinna eru. Og þannig nákvæmlega saman, en maður mæti inn og ég bara, þetta bara, fyrir mig, þetta bara venjulegt fólk. Allt inn ég er að tala við gauð sem var að berja sig við Gunnar. Og ég vissi ekki þetta var hann. Fyrir ég bara svona, þú segir mig bara, herri, þetta er gauð sem var að berja á Gunnar. Eða berja, ég bara, er það hann? Hei, herri, þú bara, þetta er mín maður, Gunnar Nelson. og þetta er bara einhvað sem gerist bara og ég er ekkert eitthvað, ég held að segja út af því ég er ekkert að setja neyn eitthvað, það er ekkert fræði fyrir mig. Mér geti ekki verið meira sama. Eins og við vorum á leikunum daginn og þetta var bara, allt í einu setja bara inn á gaur og bara, hei, góð dag, hvað séu þið gott? Hvað er maturinn? Og bara, gekka góður. Og svo kemur Jökull og segir bara, þetta er Diego Forlán. Hvað er það aftur? Bara, byrju, ég hef hitt þetta nafn á það. Þetta er bara, hitti Usain Bolt og fór bara að taka svarta brandara í hans, sko. Það er þetta góð saga. Ég sagði bara, ég er einn svart maður í húsinu. Ég leif labba bara þeim, rosalega hávaxinn. Og með frjásna litla svarta strákar. Þeir labba fyrst og ég bara, samkeppni. Segir við borðið í jókunum og svo bara kemur hann bara alveg og sávaxt og bara alltaf talið við hann. Og ég bara ferði til hans og bara svona, heisa það, þú er búin að eiginlega mig kvöldi. Hún bara, hvað meinur? Ég var eini svart alfa í húsunum. Fyrir þú mæti. Þú er þetta fyrir mig. Og hann fór að læja og svo bara við takkaðum með að spjata. Þetta er bara svona, þetta er bara svona partur af þessu. Og svo fórum við heim til Kunja og það bara nákvæmlega saman. Bara mæti hann og þetta er bara venjulegt fólk, sko. Hvar heitir Usain Bolt? Já, Manchester Liverpool, daginn. Ok. Já, Old Trafford, ekki? Old Trafford, já. Skulum ekki tala hann leik, sko. Já, ég nefnilega, af ég veit að Kristján er mikið Liverpool maður. Og þetta var svona smá dresscode dæmi. Ég fekk alveg svona 20 e-maili bara, þú hefði verið að jakkafötum og bla, má ekki vera í neina treyju og svona. Ég bara, ok. Þetta voru líka í svona boxi, ekki? Já, við vorum í box, þetta er director box. Já. Og svo sem sagt 2-0, Manchester United, fyrsta hálfleik og það er gaman, borða og veitingast að þar og akkurat Diego Forlán og allir svona, Usain Bolt og svo fer ég að pissa, þá bara kemur 2-2 ég fer að pissa þegar Liverpool skora jafntefli mark og ég bara fer að pissa og kemur tilbaka og fyrir fram að mig sé ég bara gaur í Liverpool búning, svona rauður og Liverpool og ég bara svona horfa svona hann svona, ég mig langar bara að segja akkur mátt þú að vera, skiljur má þú að vera hérna og svo seti ég bara á borði og segi við John sem var með okkur bara akkur þessu gaur að vera með Liverpool fyrir aftur okkur akkur þessu gaur að vera með Liverpool treyju, eða skiljur jakka og John horfa til þetta bara já, kannski ef ég hann Mohamed Salah og hann bara, já, þetta er hann ég var nefnst að ríða gætt við hann ég held að þetta var ósækjart og var að synda Kristján, veistu hvað það fólk er fyrir aftur mig? Og bara Kristján, já, þessi og þessi hanna og ég bara, ok, þá veit ég það. Það var bara öll legendir á Liverpool, Ian Rush, Kenny Douglas, allir þessi og hann bara eitthvað, veistu þú hvað þetta er? Nei, ég tók myndi og ég bara svona, við erum að fagna þegar Manchester United er að skora og þessi fólk er bara í fílu fyrir aftur. Þetta var mjög skemmtilegt. Já. Ég reynda að sagði við Robert ég vil bara fara og leika FF svona og hann sagði, já, það kannski verður síðast leiku þín ég hef aldrei farið að leika sem er svona það kannski heppin En þetta vín þá allt með Jökli og Norrie Jones og í gegnum hvað fyrirtæki er þetta? Ok, þetta heitir Manson Westman og þetta er vín sem Robert Westman á í Fraklandi og þú segir Robert áðan þá ertu með Robert Westman, já. Og í raun og veru hann skilur þetta svona smá sögum á hann er varðþjótt þegar hann var unglingur, pappi hans er kokkur og sommelier líka og hann átt draumi að eiga vínegruna og þetta þessi draumar ekkert svona maður sem gerir ykkur einast deg þannig að hann situr bara í hold og 2016 þegar hann komið með
ágætt hérna. Já, 8 trilljónir. Já, ágætt spilning, hann bara láti þetta drauma að hefjast. Hann genið sitt fer og skáta hérna á landi í Fraklandi sem í Bergerac, sem við lína á Bordeaux og svona miljón. Og hann líka skilur þetta bara svona smá business plan, þannig að hann spyrir bara akkur við með land þarna sem besta vín í heiminum og akkur með þessi svæði, sem svona svipa land, svipa terroir og þá fóru bara og ráði bara besta sommelier í heiminum og sérfræðingur til að skoða þetta og þeir voru bara, þetta verður kannski ekki vinsælt í dag en það verður næsta Bordeaux. Þannig að hann fjárfesti því og búinn að vera svona í 10 ár með þetta, svona nokkuð með frá fyrsta daginn, en þetta svona vín sem búinn að kannski vera í 100 ár að unda. Já. Og við erum með alveg nokkuð hektar í Bergerac, svo við erum með smá hektar í Kampavín í svæði, svo í Limoux, þannig að við gerum Kampavín, rautt og hvít í Bergerac og helst allir svona að vera mikið Chardonnay og kreman í Limoux sem sur svona fræ í svæði frí Chardonnay. Já. Og við erum með 37 brand, sko. Þetta ekkert bara Jökull og Nora Jones og Tony Parker. Við erum líka með alveg okkar eina brand sem number one og alls konar hlutum. Þetta líka góð sög að þessu fræði fólk, ég lendi í Vín Expo núna í ár og ég lappa inn í Vín Expo og ég sé rosalega mikið að lukka út allt. Og ég hef farið í þessi Vín Expo núna síðast 5 ári rör og ég hef aldrei séð svona mikið lukka, bara hvað í gangi, hvað terrorist þetta ekki. Og við lappa inn og svo átti í einum kemur kona og byrja að tala eitthvað við okkur og svo bara vera að smakka vín og bara, Macron að koma, getur látið ykkur að smakka ykkar vín? Við bara, ha? Forsætisráðherra Frakklands. Já, forsætisráðherra Frakklands. Og við bara, já, ekki má, svo bara hlupum við og þetta var svona alveg on jokes, þetta var 200 svona podcast út allt, þeir voru bara að horfa, ég með myndavél á mér og svona að reyna að fara að hýta og halda flösku og það kemur svona alveg svona 10 tíminn, bara svona, maður skoða töskuna hérna og ég bara, já, með hver ertu? Já, ég með töskuna hérna, sem sommelier hans Macron og ég horfa svona Dion sem var með mér og bara, Dion, lítið ég út að vera svona terroristi? Og Dion segði, já, smá en við ná að hitta Macron og láta hann smaka víni, þannig að þetta sem ég segi, þú verður bara að vera á stæðinu. En það er hann ekki líka með panta hjá okkur eitthvað, kaup? Já, við erum á lista hjá honum, þannig að hann í Fraklandi, þeir eru með svona LC, þetta er svona hans kastela og það er 1000 vín sem á að vera í þessu bók, það er bók þar og við vorum valið að vera einna víni í bókuna sem með number one heitir það, okkar aðavinni number one 2019 já. Og það er náttúrulega hægt að fara og pröfa þetta alltaf á Sernin Já, svo erum við með smá svona bar sem er á Laugavegur 41 sem heitir Sernin og það er bara svona alla okkar svona helsti vín sem er á Íslandi, við erum með 22 tegundi heima og er að selja í ríkinum nokkir og svo sumir bara að selja í smáríki líka er að selja fyrir okkur og við erum með sumi víni sem við langar ekki að selja svona, það er bara x mikið flösku sem svona mikið, við erum að reyna að hafa þetta svolítið flott sem er flott vín en þeim er ekkert sölu nema ef þú mætt þarna eða kaupi gegnum Globus og það er líka alveg, ég er búin að fara nokksinnum, það er alveg mjög næst að setja þarna inn í góðra vinna hópi og... Já, þetta er svona cozy, lítið, þægilegt góð vín og góð stemning þetta er ekki svona, þetta er svona öðruvísi business eins og Kaldi var það voru að trúa að Kaldi með fullt af fólk þarna er meira svona, við erum að hafa þetta bara svona meira lounge to the Saturday night staðu það komið 30 manns í hús það bara búið að loka hurðin og það er bara ekkert meira fólk var bara alveg að njóta það og það er búin að vera að ganga rosa vel sko. Þetta er mjög svona skemmtilegt projekt og svo erum við með Hotel Flatey líka og Hotel fyrir ofan og í Fraklandi erum við með Terry Max sem er Michelin frægur kokkur í Fraklandi við erum með vitingastað það með honum í Vínegruna, í Bergerac En Robert Westman er með draumum að vera með Vínegru og allar að gefa sín vín, af hverju hringir hann í Gogga? Hvernig kynnist þið?
Við kynnist í gegnum þessu projekti með Jökull Já. og akkurat, hann sá hvað svo skemmtilegt ég var og þetta sama heldur sem gerist með sögum sem ég sagði við Arna og Loga og ég eins og kannski ekkert að sanna með neitt fyrir neinum en ég tek rosalega mikið passion í það sem ég geri og ég skipti ekki mál hvað það og ef ég ákveðum að fara að gera eitthvað þá vil ég gera ég dedikera lífinu mínu fyrir það og þetta bara partur af mína lífstíl og þegar ég var að sjá þetta með þessi víni með Jökull víni þá var nákvæmlega saman og það var ekkert neitt öðruvísi og við gerum þetta og hann líka svona við erum með svona mjög svipað í svona ambition típa og ég held að sé út af því hann segir bara mig og bara ok, þú ég held að sé maður til að vera með okkur í þessu program og já, so far so good sko. En kannski svona, mér finnst langar að vita þess að tala með að vera með þessa vínegur þannig sem hann keypti hvað þarftu til að vera með frábæra vínegur, hvað skilur á milli og sko talar hann eftir 10 ár verður þetta betra eða 20 ár verður þetta ennþá betra það er bara þetta tvent sem þessi spilningu komið til að huga þannig að fyrst að vera með góða land, terroir til að geta búið til góða vín og við erum með það svo sama, þú verður að vera með teimi til að vinna með þessi terroir og láta þetta ganga svo í þessu vínheiminu, sérstaklega í Frakklandi þú verður að fara að keppa við annað 2000 pluss vínegru í kringu þér og 2000 brand í kringu þér og það er bara marketing og það er það sem ég kem inn með marketing teiminn til að gera þetta meira visible og leið sem við notum fyrir það var akkurat þannig að ná í Jökull frá íslenskum og vera að nota Ísland líka svolítið mikið sem er svona Íslandingar að búa til vín í Frakklandi og þá verðum við að nota Norah Jones til að fá sérstakka fólk sem tengur við okkur og Tony Parker sem er meira mína svona ífrotta og unga fólk sem er hann er frakki eða ekki? Hann er frakki, hann er hálf frakki hann er frá Belgium en hann svo fór bara að nema til Frakklandi mamma hans er belgisk og pappa hans er amerikani og hann fór frá þessi nema til Frakklandi og tók ríkisborgarækt þar og hefur spilað fyrir Frakka og í Ameríku Er ekki líka svolítið svona, þú tala góð ár í vínunum og svona, skilur, fer þetta ekki svolítið eftir bara veðurspá og bara alls konar Jú, snýst bara rosalega mikið rosalega mikið. Þetta er svona svolítið, þetta er risky business í vera vikend það og það er eins og segið, það er að þú varst að spyrja með, hvað tekur langa tíma? Þetta getur tekið 10 ár og líka getur tekið 100 ár. Og stundum að svona, þetta er ekkert business fyrir hans einstaklega, kannski fyrir barnabarn hans. En þú verður að byggja nafni, þú verður að byggja reputation, þú verður að byggja þetta svo mikið kring sem hann er að gera og gera vel með teiminum og akkurat, hann er að byggja upp það sem þegar hann heldur sig mest ambition, mest ástríðu fyrir þetta og við erum með en nálega hana sem er að gera víni fyrir okkur, hún er bara 1/4 konu í Frakkland sem er með leyfi til að búti vín og er að vinna fyrir okkur og hún er bara alveg, skiljur, þetta er bara alveg frönsk, bara og maður bara svona að horfa hana og bara, hún er bara 24/7 hana. Hún voru að lappa 1 marathon á dag, ég fylg ekki með hvernig, bara með því líka ástriðu fyrir víninu og bara. Þannig að hann, ég held að sé fræðingu í því, að finna gott, annars er ekki bóði. Við vorum með daginn með pop-up á Sumak, og ég tala við fráinn og við erum búin að vera að tala að gera þessi pop-up lengi, brasilísku pop-up með brasilísku matur og við tókum vín frá okkur og ég er að tala þetta er það sem saman við að tala Arna og Logi og strákana, saman með honum það er bara svona það er með 20 staða, hann er með 20 fyrirtæki og er bara alls konar lukt sem er miklu stærri en þessi vínegru og hann sé menu á Sumak pop-up og ringi mig bara klukkan 7 á laugardaginn og ég sé nafna bara, ok, hvað gerir ég vitlaust? Hvað gerir, hvað er og bara, herri, hvað ekki, það er hvítuvín 2018
getur breyta í 2020 bara að ég sá þú það hérna í matselnum það hérna 2018 að því ég smakka 2018 daginn og mér finnst hann ekki sé ekki lengur powerful sem hann var þannig að getur bara taka hann frá og ég bara klukkan 7 hálfdaginn þú spáðið þessu ég sá bara menjuinn í gæ og ég bara ætla að ringi því og láta vita ef við getum breyta í 2020 og kannski láta fólk að vita því að þannig að þetta svona það sem ég er að segja hann er bara að spá þessum dítelum spá þessum dítelum og allt og ég er líka þannig og þetta er bara svona mjög svona góð kombo sem er mjög skemmtilegt þannig að þetta er svona ég er akkurat að velja rústa vel fólk sem er í kringum mig alltaf eða kannski heppinn eða kannski er svona, það að tengja við rétt fólk á réttu stað og réttu tíma Og þið voru að koma svolítið í Icelandair, eða ekki? Við erum komið í Icelandair núna í bara síðast mánuð 19. apríl með Gali og Vini og búin að vera ganga rosalega vel og við erum með tónleika núna Gali er með tónleika Bergmál í bara næsta mánuð 20. júní eða ekki? 20. júní og þá er akkurat á Þingvöllum 20.000 manns og Vini okkar það líka þannig að þetta er bara svona þetta er spríða út sko Ég held að fólk kannski gerir sig alveg grein fyrir hversu erfitt það er að koma vöru að borðið flugvél á Icelandair þetta er svakalega vinnað og þetta er ákveð svona sigur fyrir ykkur, eða ekki? Jú, þetta er bæði sigur og þolumæður þetta er nefnilega akkurat og það er það sem ég er að segja sko, sama með kalda og bara það sem við erum að gera þetta er bara þú verður að vera ákveðum við getum ekki fara einhver stað og ekki vera ákveðum þú verður bara, þetta er statement ef ég vil koma þannig þá verður ég að koma með leið til að koma þangað og bara, ég tala bara einast mánuð bara með sama fólk bara, hæ, þetta er e-mail nei, ég sendi ekki e-mail, ég er bara að ferða og segja hæ við þig ég er svona típa núna ég, eftir kalda það ég er bara í e-mailu sambandi og ég er bara í rugglunum ég kann ekkert á e-maili ég verð að tala við fólk ég verð að horfa í augum og snetta því og bara ef við fara að gera business ekki þegar þú sendir e-maili þá get ég bara svara kannski eftir 3 mánuð ef ég mann eftir en þú tala við horfa í augum þá bara segir mér já eða nei og ef þú segir nei þá hætti ég við en ef þú segir kannski þá verð ég að tuði því Þannig að Bogi Nils fórstur að Icelandair og komið til rektinni þá sér hann bara gogga og bílastöð en hann hefði átt að segja já til dæmis en það held að sé svona eins og Icelandair er svona stór fyrirtæki það er bara svona hann segir já og svo innkaupstjóri segir já það er bara 20 leiðis á milli þannig að það verður að fara í gegnum og því eru alveg mjög skipulega í því að það verður að vera gegnum alls konar bæling og ferli og einhver ógeðslega leiðilegur hjá Icelandair sem segir bara þetta er á þungt ég get ekki haft þetta og svo bara eitt sem er reikinn og svo verður að byrja upp á nýtt og svona að byrja aftur þetta er bara þið voru mjög næs og mjög skemmtilegir og þetta samstarfið því þið voru líka þetta var svona að passa saman við þeirra nýja konsept ég verða að stýða við íslenska vöru og íslenska framleiðslu svona landkynningum og Jókull er búin að vera líka með þeim í smá samstarfi þannig að þetta var bara svona smetla saman á réttu tíma á réttu stað Þetta er líka ekki fyrst getur þú er unni með Icelandair ég man nú eftir Kranavats ölsikunum í Galvada Já, þetta er reynda ekki Icelandair þetta var í Icelandair velina þetta var fyrir íslenska stofu Já, ölsikastofuna Nei, íslenska stofu. Íslandsstofu. Í Spæmi Æsland. Þið áttu geggja hugmyndi að taka kokki og vera að kýna vatn á flugvöllinum og með auglýsing og það var bara best heiminn þegar þið komið til mig hvað er við að gera? Bara, mannstu Old Spice auglýsing, kokki? Bara Old Spice auglýsing með hæstin bara, þetta er það sem við erum að hugsa. Hefur séð þetta auglýsing þá er ég bara svona drink us in the water, that's very nice Ég fann að skilja þegar þú sagði að það væri fleiri klukkutímar í hans lífi þetta er svo kemur ljósmynd við gefum bók í 2016 New Face of Iceland og bara var að kynna dans með kona mín svo fórst í áramótskaupið svona að leika svolítið þannig að einhvern tíma ringdi mig bara kokki þú getur þú leikið mynd? Ég er ekkert ofta að leika neitt ég hefur mjög erfitt í að munna hluti að texta og svona get ekki bara að finna einhvað annað gauð til að gera þetta og bara það er allir að segja að þú verður maður fyrir þessu hlutverk
Ludvig, og ég bara, ok, finn eitthvað annað, ef þú finnur ekki, þá kem ég og gera þetta. Svo bara engi mánuð setna, bara, það verður þegar þú, veist, það engi annað sem get komið til greina. Svo mæti ég í Ófærð og var það í 10. episode í Ófærð að leika, sem var mjög gaman. Svo allir held ég var leikari og ef þú googla Georg Leit núna, það kemur bara leikari í Bell og ég bara, ok. Svo dóttir mér var að hjálpa mér með texta á sínum tíma, hún var hvað 15 ára. Hún bara segir mér bara, þú veist að þú ekkert góður leikari. Þú fá bara svona gigga fyrir þú fekk svo margar og allir finnst þig skemmtilegur, en þú ekkert taka þetta ávalega. Þú ekkert góð. Þú veist, hún var bara kannski múið 2 tíma við mér. Ég múið 2 línu texta og ég gæti ekki. Það var líka eitthvað áratna, ég man ekki hvað árið er akkurat. Þá gæti ég ekki farin einstæðan að sjá andlitaðir. Já, það var allir snirtidótið, það var Kormákur Skjöldur, það var, þú varst bara í öllum og það var Mottumarsdótið líka. Já, einmitt. Það bara svona, þetta erfitt að ég sé þetta, en ég sem fallega maður, sko. Það var svo fyndið að það var akkurat fólk að spyrja mér svo mikið að gera auglýsing og ég segi já, stund var ekki borga fyrir þetta. Svo allt í einu þá kom bara andlitið mitt alls það og ég fór bara sko, við vorum með auglýsing á Icelandair eða Grænavatt var á sama tíma og svo var ég með eitthvað snýttvöru, svo Kormákur Skjöldur og svo vorum við með Mottumas og svo bara, hít og þar og allt í einu bara, þú alls það? Og ég bara, en þetta verður búið bráð, þetta síðast að ég verður gamall og en það er það hvað sem á kíkja og svo fekk ég bara umboðsmann og þá bara minka hellingin mín mikið en það fá ég bara kannski betra kík og betra borga og svona Já. Þannig að þetta er svona ég er búin að gleyma eitthvað, hvað ég gerir það? Já, örugglega, sko, en ég er samt farin að skilja sko líka, ég ætlaði að spyrja það hérna í byrjun, þú veist, kemur frá Brasilíu, sól og gleði, strönd, hitt og allt það sko og ég var svona að velta fyrir mig svona bara hvað var það sem fekk þig til að vera bara í Slittu og Íslandi og hugsa bara ég ætla að búa hérna veist, og ég er svona farin að skilja það eitthvað núna eftir að tala við þig bara veist, þetta er akkurat það sko þetta er búið að vera svolítið magna lífið þér og það er bara, sko ég prófa tvís að fara til Brasil og tilbaka og ég fann ekki með það veist, ég var ekkert eitthvað svona wow, come back og ég snýst ekki heldur peningun en svoleiðist bara að mér líði bara miklu betra hérna og ég veit að maður bara svona vondi veður og bara það er bara vond veður það breyti ekki hvernig ég er með fólk og kringum mér og allir sem vinir mínir og það er bara nokkuð með natt vika fyrir mig hana og hérna eins og ég sagði á hann sko, ég þurfa kannski að sanna mig svo mikið í smá tíma og svo bara Ísland er bara svo fer sem hvernig við það ef þú heiðarlegur og góður og þetta kemur bara tilbaka alltaf og ég er að segja þessi heiðarlegur og góður en ég skil hvað að meina þetta er bara samfélagi vika bara þannig að það bara what you do, what you have og Brasil er ekki þannig ég held að sé ekki annan land í heiminum kannski fara við, ég veit ekki en það er ekki mjög fáið land í heiminum sem þú, ef þú stendur vel það sem þú gerir, þú fá bara tilbaka og eins og sagði við á það með kalda það var, ég hef aldrei pæla og í dag ég pæla í end of the day og end of the month að borga reikning og svona mína reikninga en ég hef aldrei hugsað kalda sem eitthvað ég ætla að fara ríkur á kalda eða ég ætla að vera, peninga var bara nummer 2 fyrir mig það nummer 1 var bara ég er að gera eitthvað sem ég finnst skemmtilegt og ég er að vinna með fólk sem ég finnst skemmtilegt sem treyst mér, sem ég treyst þeim og það var svona það er einhvað sem ég finn rosalega einfaldlega á Íslandi fólk sem þú getur kalla sér vinn og vera vinnir þannig að ef við fjóri hérna mæti Brasil á morgun í 2 vikur, við endum upp orglega með svona 150 vinnir sem ekkert vinnir þetta er bara svona drekka bjór, gaman svo bara búið og við sást á morgun bara, hvað heitir þú aftur? Þetta er meira svona líflegt og allir bara gaman en það er ekkert neitt svona mér finnst þess að erfitt að komast inn en þegar þú kemst inn, þú inn þannig að ég er bara svona, ég tók alveg 15 ára í mínu lífi til að komast það inn og þegar loksinn kom inn ég ætti ekki fara út núna ætti bara að njóta það sem ég er búin að vera að byggja upp á Íslandi
sem ég er búin að vera að gera það síðasta 10-15 ár sko. Líka búin að taka svolítið nýtt hlutverk með soninn, eina helstu vonastjörnu Íslands í Brazilian Jiu-Jitsu. Þetta er alveg Orðið þjálfari og helsti stundismæður og promóter og sko, já, þetta er bara eins og ég var að tala við dóttir mín daginn þetta af ég all in í luktunum og hún bara, já, þú svolítið mikið inn, strákum mín í Brazilian Jiu-Jitsu og hann allt í einu bara hyperfókus í Brazilian Jiu-Jitsu, hann elskar að gera þetta, hann bara elskar að æfa, hann bara svona, hann skilur búin að standa vel í mót og búin að vera að fara út með honum og hann búin að standa vel það líka og ég bara all in, byrja að æfa með honum og bara all in, við tók bara alla stærsta mót í heiminum og bara all in í öllum og hún sagði mér bara, já, býttu, varst þú svona líka við mig? Þannig að hún það 15 ára milli og ég finni bara eitthvað gömul vídeo mér að hoppa í trampolínum og gera heljastokk og detta á hausinn og norku sínum og bara, já, ég var líka svona þannig að núna nýja verkefni með mýt strákum mín sem 7 ára að hann búinn að vera í glímu og búinn að vera að senda vel, búinn að vera Evrópmeistari, var þriðja núna daginn í kimono, að fara til Brasilíu næstu viku að keppa þar og að fara til Ameríku að keppa og bara svona, hann alveg að hafa gaman að þessu en ég sagði við akkurat Gunnar Nesson daginn ég ætla að njóta þessu tímabili dóttir mín ekki hún ekki fimmleika stjarna í dag og ég veit að þessi tímabili bara uník þannig að í raun og veru fyrir okkur bara svona eins og var hjá henni bara ég að njóta að vera með þeim eins mikið og ég get að ferðast með þeim eins mikið ég get og upplifa þessum minningar eins mikið ég get og þetta bara sama eins og ég sagði áðan við ykkur skilur ég all in í öllu og líka all in í að vera faðir og maður og svona og vinir, skilur, ég tek alla mínu luftvekkið mjög alvarlega þannig að þessi vegna stundum að segja eins og Kristinn sagði við stráka ok, gerum þetta en ég á bara klukkutíma og ég bara klára hann áðan hann var að keppa í íslenska meistarmótinu áðan og ég bara, ég búið, ég verð að koma ykkur og ég hitta ykkur, ég verð að fara svo þannig að þetta var næsta og við erum að fara út akkurat á fríðudaginn og það bara svipa eins og við vorum að gera það byrja að vera að dikta að ferðast með honum og akkurat, ég satt sem að hapa drætti fyrir hann og maður bara svona allt í einu fekk bara fólk að senda peningu bara út að ég vil ekki neina miða, ég vil bara að hann stendur vel og ég tólu bara, við ætla hvað ætla að gefa svo bara setti niður og bara má ég fá gefabrif? Já, ekkert mál og var eitthvað svona einu sinni bara svona ég ætla að hugsa máli, bara, já, komdu bara að sækja þetta Kristján, og allir svona nakkum minn gaf okkur gefabrif fyrir öll stöðum og fekk bara svona stunnings fyrir hann sem mjög svona þakklátur og gengur svona bara svo vel og þetta bara eins og segja ég get ekki, stundum bara svona ég bara freyti og ég var í New York daginn, það var rosa gaman og svo kom ég heim og bara við flyttum til New York og ég bara, þetta var svona 2 sekundur bara, nei I'm nobody in New York já, þetta er rosalega gaman þetta ég þessi motto í lífinum sem bara, að hafa gaman og gera hlut með vakna mótna og bara vera þakklátur fyrir það sem ég hefur Fyrst og fremst það var gaman að þessu já, þetta er bara þetta er þessi þetta lítið út að vera svona einfand að segja og þetta ég líka í vondskapi og skilur eins og dóttir mín var að vinna einhvern tíma á kalda að fara dóttir og þá hún að vinna þetta sé þriðja skipti eða fjórða skipti og allir bara oh my god, dóttir skokka að vinna og hún bara já svona, er ekki rosalega gaman að eiga kokki sem pabbi og hún bara já svo bara fólk að spila saman spurningun aftur og svo þessi 5. skipti hún bara svona og ég segja eitt kokki kaldi og Georg Leiti pabbi mín er ekki saman mannski þannig að hann bara hafa ykkur reynu hann alveg góðu pabbi skilur, og skemmtilega hann ekki sama þetta ekkert hann skamma mig og ég má ekki fara á bal skilur, þetta svona síkort mannski sem ég sagði, maður setur svona smá kannski ekki, maskara en þú sem þarna til entertaining algjörlega En við erum búin að eiga mjög gott spjall hérna en er ein spurning sem ég hef ógeðslega gaman að spyrja gauðra sem að reka bar og konur líka hvað er svona rugglaðasta sem þú lenti á kalda?
við erum kannski ekki að fara að henda ykkur fólk í rútuna sko, en Já, getur líka verið bara ekki nefnilega bara kalda, bara allir Já, stöðum já. bara, Sko, það er alveg nokkuð sem ég bara, ég úrklæði ekki segja henni sinni. eins og ég segi, við erum ekki verið að henda inn við rútuna, en það getur verið eitthvað skemmtilegt sko. þeir eru mikið að nafngreina Rugl. Þetta er Sko, nokkuð ég leyndi einu sinni, þetta var svona, leynda bara í mál eftir það, samt, en það var bara einhver tíma þegar kom með hérna judokappi á kalda og hérna, ég fór í mat og svo kem ég hérna setni part á kalda og svo, hérna, við fórum með dýravöru sem var ekkert rosa stórt og hann kem inn og ég bara alveg stóra augu og hérna, bara herra, ég ætla ekki að fara að díla þessi mann. Ég bara láta vita, ég fá ekki borga nógu mikið borga til að vera að díla við þessi mann. Og bara, hvað er þetta að tala um? Svo bara þessi maður, hérna, svona alveg tveið og einhvað og hérna 200 kíló eitthvað. Í fílu. Og var með vínið sinn og vínið sinn var einhvað, hérna koktela, kínsmakk að unda og ég bara, herri, hvað séu gott, hvað er í gangi? Og það bara, hann er í fílu og ég segi bara, herri, hérna, hvað, ekki bara reisa þetta upp? Bara banda 2 bjóra. Það var eitthvað vesi milli þeirra borð og næsta borð við með 2 steppur. Og ég segi bara, herra, við reisum þetta upp aðeins. Hérna, ég ætla að banda bjóra fyrir ykkur. Banda bjóra fyrir þessi 2 strákar og fyrir steppuna. Og ég fer á klósettinu. Ef þú sé kallt hérna fyrir aftan hérna barinn og fer á klósettinu. Og ég heyrið svona smash. Bara, og ég bara lappa út. Ég sé bara 2 steppur bara alveg reynandi blöyt. Og mér fannst bara svo gauðir í stóri YouTube-gæri bara hendi hennar á þeir bjór. Það hendi bara, og ég bara var ekki sáttu við þetta. Ég bara, fór bara, herri, afsaki. Akkur? Og hann bara, veistu hvað ég er? Og tekur jakka og ég bara, ég veit ekki hvað þú ert. Og ég er ekkert að fara, ég veit ekki að fara lást. Ég bara spila, akkur þetta henda, gera þetta. Og það sem gerist þegar hann er að fara á jakka, vera bara út fyrir fram að kalda, svona eins fyrir neða og þá er dýra voru séu þetta allir og fyrir bara svona, ok, hvað er í gangi? Það var bara svona eins og, þetta er svona alveg 20 cm stærri en ég. Og ég bara setja þannig að ég bara, hvað meinir? Líkt að fara að leima með það? Og hann bara tekur jakka og þetta er að tala sko, þetta er bara 23. í desember. Og allir dýravörur sem frá Lebowski, Bravo, Kiki, Kaldi, Veður, sé þetta og byrja að hlaupa nokkuð minn. Og ég er svona nokkuð minn sé þetta og hefur séð Matrix, ekki? Já. Þegar hann kemur í þennan niður hérna, og svo kemur bara allir bara, það var maður þessum, það bara að reyna að halda hann niður og gaufa bara henda bara fólk bara eins og þetta var bara Matrix, akkurat bara svo og ég bara, ok, núna ég dáinn það er enginn að fara að stoppa hann og svo komur lokkana og stoppa hann Kalla út víkingasveitina bara já, þetta var bara svona, þetta var svona já, þetta er einu skipti sem ég var svona, ok, þetta er alveg þetta er sem að fucked up stundu. Ég held ég að talið 14 dýraverði sem tók til að taka niður. Já, einmitt, þetta var eitthvað svona en þetta var svona svolítið ávegt að sjá þetta svo og svo er akkurat svona alls konar lutum sem maður svona hefur lendið því og svona eins og Kaldi var svona og svona tíma svona svolítið fræðir svona mýldaldra fólk að koma og svona eins eldri og hitta konu og kallar og maður sé alls konar skiljur við mann eitt gest sem kemur einhver tíma og hann bara sitt á bar mjög góð fasta konu okkar þetta er mjög góð saga hann sitt bara á bar og hann tala ekki við neinum hann ofta sitt bara á bar og fá sína 2 bjóra og bara nema á daginn svona frika happy hour og bara situr bara það og er bara rólegur stundu tala við okkur á barnum en bara svona rólegur og hann situr bara þar og kemur bara kona og byrja að spjalla með hann og hann segir má ég setja svo og hann segir byrja að spjalla hana og svo að þínu þið lappa bara út saman og bara ok, heppin bara, þetta var klukkan 7:30 og við byrja að vinna og svo að þínu mæta hann aftur og kalda svona
9 og ég bara, hvað er þetta að gera? Fórstu ekki með konu heim? Já, þetta er ekki spennandi. Og hvað meinur? Já, ég skilja maður bara eftir heima og ég ætla bara að koma aftur að drekka mér bjóra fyrir ég klára hann ekki. Þetta var svo fínt að maður sé svo mikið. Bara alls konar hluti sem maður kannski maður ekki vera að tala eða segja við neinum og við segjum ekki neitt af því þetta er bara svona maður er bundið trúnaðarskyldu eins og sálfræðingar. Við getum klift. En það gerist allt við getum klift. Við getum förum í þetta. Ok. En hérna smá break en hérna hvað vil ég koma meira inn á? Ég hef kannski að hugsa bara svona þú veist, yfir allan ferilinn og einmitt komið nýr kafli núna bara svona hvað stendur upp úr? Hvað er svona helsta? Sko, hvað er helsta? Ég nefnilega nýkomið með nýja verkefni þannig að ég get ekki bæta við mikið en ég er rosalega fókus í þessu projekt núna þannig að við erum núna að reyna að slá mér í gegn í Ameríku þannig að það er mikið vinna í því þannig að við erum búin akkurat búið til teimin sem við treystum okkur í Ameríku til að geta vinna með okkur í því og það er ekki sko challenge að fara í eins og ég get alveg eins og sagði ykkur áðan ég get alveg díla við Ísland og Íslandingar rosalega vel af því ég kann alveg menning upp á 10 en þegar maður lendi í annað menning eins og Fraklandi og eins og Ameríkum þú verður svo nokkuð með að læra upp á nýtt hvernig að díla við fólk hvernig fólk er að segja sem er bara já, ekkert mál, ég ætla bara að kaupa 20.000 flösku og svo bara já, ok, veist hvað ég senda reikning og svo bara svaraði mig ekki lengur það er mikið svona á móti ég með annað menning sem er frönsku menning sem er bara svona meira stíf þetta er bara svona þetta virkar bara svona allt í kassa bara allt í kassa við færum sko eins og núna að því maður fekk svo margar og við erum að komast í Bandaríkjum svona frjálegi eins og með fyllt einn til Ísland það er bara að tala við Olgerinni og Olgerinni kemur með þetta þú verður að vera með importer, distribútor og lager það verður að fara í gegn þessu frjá aðliða án þú fyrir bara að selja víni en þú verður að byrja frá importer og svo importer finnir distribútor og distribútor finnir lager og svo lager þá byrjar þú kannski að vinna í smá með því og distribútor ekki eins og heima sem fyrir bara að selja fyrir því þannig að þú verður nokkuð meina að finna þetta út sjálfur en við byrjum svolítið öðruvísi þannig að okkar mínu leið til að gera þetta var bara þannig við myndum að byrja bara með fólk sem við fekkjum sem er með veitingastað eða með hótel eða whatever og þeir mynda bara að leita fyrir okkur distribútor sem þeir eru að vinna nú þegar með og þetta dæmis fyrir Frakka það var bara ekki hægt það var bara, nei, þetta gengur ekki við bara, jú þetta gengur, þetta á að vera ganga þannig að þetta er mjög challenge að þurfa að vinna með svona, fyrir mig allana að þurfa að vinna með þessu menningar, breytingar og samt mjög skemmtilegt og svo akkurat, að díla við, ég er ekki bara með víni þannig að ég er líka að hjálpa með hóteli sem við erum með þessi bari sem er Sernið-barinn og við erum við erum með Hotel Flatey og við erum með veitingastað úti þannig að við erum, ég er svona í smá í öllum og ég held að ég sé mjög busy það heyrist þetta þetta er svona öðruvísi busy en ég var með Kalda að við Kaldi var meira svona að vera andlít og vera þarna og maður vera að mæta alltaf og vera eins og í gæð það var bara það er föstudaginn ég það ekkert að gera neitt það skilur, ég bara svona ég var bara að vakna morgun sem nema fyrirmáli og það bara ekkert mál eins og var mikið mál þegar við erum að Kalda stundið þú ekki svona mæta á Kalda það er ekki svona, ég var ekkert að vakta á Kalda en ég mæta alltaf einasta helgi þú erum að mæta og sýnda andlít og svo stundir bara svona strákan bara byrju ekki, þú vinna eitthvað sundag bara, come on, ég er alla helgina ef ég er á landinum, ég er á, sem er mikið þannig að ég er að vinna bara alla föstudaginn í mánuði, alla laugardaginn í mánuði og ég mæti alltaf á Kalda af því þetta er bara eins og ég sagði við ekki á hann þetta var andlit, þetta var mín vinna að vera andlit og ég stundu þegar við byrjum að Kalda og það bara byrjum að vera freyktu og þá stundu var að taka heila vakt og það var kannski 14 tíma vakt þegar komum svona aða byggi á kvöldi þegar var bara mest að gera það var ég bara ónýtur það er bara, ég gæti ekki sinni ég gæti ekki sinni hlæja, ég gæti ekki tala
Þannig að við breytum svo einhvern tíma setni partið, þannig að ég var bara það sem er mest álagkalt kannski happy hour og svo leindi ég bara eftir á og bara hæ, svona brosandi og þetta bara gekk þannig. Núna er ég bara setjum bara í skrifstofum og bara meili og svara meili og senda meil og ringja í fólk og svona, svo bara labba bara út og fer bara, að borða einhvað veitingasað bara til að tala við fólk mín vinn, þannig að ég selg mest þannig í dag, að bara stoppa og kalda með flösku af vín, bara ég var að fá nýtt vín, kom þú ekki svo vel, smaka þetta, það er gott, frábært, kaupa það eða ekki, bara, og þetta virkar bara þannig, og mér finnst alveg þetta bara eiginlega gaman að gera þannig, Mér finnst líka langþægilegast, þegar fólk kemur að selja vörur og komi til mín og kynni það, að mér finnst leiðilegt að lesa þetta á e-maili eða panta á einhverju netsíðu. Það er miklu skemmtilega að fá mannskuna sem er þjálfuð í að selja þetta og er að reyna að selja þetta og hversu góðu við eru í að selja þetta. Það er að testa þig. Já. Og það er bara þannig, svo til dæmis ég búin að vera að koma til þín stundu, bara á daginn til, af ég veit að hann er að vinna, þá mæti ég bara, af ég mangar bara að mæta, og það er ekki að selja neitt, ég bara koma bara að segja bara spjall, mér finnst það bara gaman, Akkurat. Þannig að við erum akkurat, ég var búin að vera að glíma við bróð hans í svona 1 ár og ég vissi ekki að það var bróð hans, og bara, ef ég vissi að það var bróð því, ég myndi að leið með hann í glæsu. Hvað, sérðu fyrir að opna einhvern tímann aftur bara, eða ertu komin bara í annað? Ég veit ekki. Nei. Ég get ekki svarað þessi spurningu. Mér finnst það bara með bara þannig að ég kann að reyka bar svona með þessu format. Og ég veit ekki ef ég hef tíma í svona lengur. Að vera kvöldivinna og vera andritstaðinn og vera með þessu okkar endalaust. Ég kann ekki gera öðruvísi. Þannig að ef ég myndi að segja því já, þá verð ég að segja við því og kona mér myndi að segja núna bara, herri, þú sagði já. Það skilur, þannig að því að þú verð ekkert heima. Akkurat. Og ekki með krakkana og ég get ekki ferðast og ég get ekki, skilur. Og svo finnst mér líka að, já, þetta er að breytast svolítið mikið, minningi að drekka og hvernig fólk er að sjá þetta og eins og ég sagði daginn, ég var hérna með Bob á Sumak og það var bara gegga gaman. Við gerum brasilísku mat og frá henni bara snillingur og gerir brasilísku mat eins og mér líður bara eins og var heima hjá mér. Hvað var drikkur líka sem þú gerir bara geggar? Og ég bara geti prófa alls konar hlutum. En ég bara myndi ekki í dag, ég myndi ekki neina að gera þetta daglega. Nei. Hver einast deg að bæla í eitthvað menjú og bæla í eitthvað koktelar og bæla í eitthvað þetta og hitt og þannig að það getur breytist, það getur breytist. Aldrei segja aldrei. Nei. En ég ætla að það myndi vera í tengingu við veitingastað og barinn og þetta ég held að myndi aldrei veitingabransan bara. Þetta er bara, þetta er mín fólk sko og fylgja með hverja, skilur akkurat kokkar, mér finnst það gaman að díla ég fór oft með Monkeys, þá ég oft að fara í eldhús á Monkeys og túða í kokkur, ég elska að gera það og þau elska líka, sko, ég stundi bara svona, herri, þú má alveg segja að fara en þegar við vorum að gera koktela, þá var ég bara að mæta hérna á mánudaginn, þriðjudaginn í eldhús á Monkeys og var það í 2 tíma að hugsa bara alls konar hlutum og ég saknaði þegar ég fór á Monkeys daginn bara, og krakka bara, ég saknaði að koma, en þetta er svona þetta er öðruvísi, en ég er bara í hana núna, í vínheiminum og er að læra meira á víni og er að svona ég er að taka námskeið núna meira okkar svæði og hvernig er vín, ég elska að drekka vín, en mér finnst það þetta er svolítið flókið. Ekki endalaust nám, eða þú veist, jú, þetta vín. Og svo akkurat, samanlega okkar daginn, en það voru að gera eitthvað nýtt vín og þessi kona hennar Lís frá Fraklandi kemur til okkar með víni og segir bara, henni smakaði hvítvín og ég bara, já, svo smaki ég og bara, það er gott veistu hvað frú þetta er? Ég bara, Lís nei, ég get ekki, kemur þessu somaliða okkar sem er lasinn og bara hann tekur hennar upp og líkta og hann segir þetta er rautt meló og ég bara, þetta er hvítvín, þú veist þetta er eitthvað fósilheftur og hann bara, þetta er merló frúa og búin að taka skíni að
hann er búin að gera hvítivín úr juicin og þetta er búin að vera svona ár í tunnu og hvað sagði hann meira? Hann sagði bara hvað manna og þetta er svona ung dæmi Ungtrú. og hann drakk ekki sinni og ég bara, Lís, segi mér þetta er bara alveg galið það sem hann að segja veist, ég vissi ekki að það var hægt að gera sem bæðu við, það er hægt að gera hvítivín með rautt greip og hún bara perfekt hvað fullkomi, hann sagði akkurat það sem ég er að gera ég bara svona, það get ekki verið þú er að fokka mig og flösku var ekkert merkt neitt það var bara, ómerkt flaska og ég bara ég er mjög langt í þannig að ég er að segja þetta fyrir þetta ég er mjög langt í að fara þanga en það sem ég er í að læra mikið í þessu og ég er að reyna að selja mínu vín þannig að vín er eitthvað sem er bara mjög sérstak fyrir hver fyrir sig og ég, þegar ég er með vínsmökkum og það segja mjög oft við fólk bara svona sko, mín bananabræð er aftur í vísin ykkar bananabræð þannig að ég hata banana á Íslandi ég elska banana í Brasil og ég var með kannski ég ætla að segja þetta núna þá veit allir ég er að gera þetta en ég var með vínismokka hvítivín dag á Garda á Sernín og ég var með 4 tegunda hvítivín satt upp á borð og 10 steppur og þau voru að smakka eina reglu væri þú verður að smakka alla á sama tíma þannig að 4 vín 1, 2, 4 og þú verður að segja hvað vín þið finnir best af því Sernín er svo lítið og það var bara þeir í 10 mann síni þá ger ég þannig að ég skipti tónlist mód í fyrsta víni þetta var bara svona white noise svona vatn að koma alveg ljós var mjög svona hátt og svo vín nummer 2 þá seti ég bara eins meira svona rólegt tónlist en fólk að syngja með og minnka eins ljósin og það var ekkert sama temperatúr af víni heldur þannig að þetta var í skáp sem er eins meira kaldur og eins vinna rauðvín þannig að þetta var svona frá 8 upp í svona 13 og þau bara allir smakka og mér finnst þetta best og svo síðast var ég bara með Stevie Wonder bara stuðlu og allir bara svona alveg og mína ljós og kósi getti, kveiki getti og líkti komið og svona þetta er sama vín með afturvís umhverfið upplifun sem þið geta ekki stjórna og þau fatta engin þetta var sama vín það sem ég að segja að þetta er svona snýst ekki hvað vín þú að drekka með hverju þú að drekka í hvað umhverju þú að drekka þetta er mín filosófi ég akkurat búin að vera mikið þessum mín filosófi, þetta er ég ekki mín en ég hugsa þetta þannig ég er bara svo samanlega, ég meina mér finnst þetta bara ef ég fæ ekki lightbjór í akkurat mínu glasi háu og hinnu það er bara þetta er ekki sami bjór sko. og það er það sem ég held að ég var að smakka ég fari í Suður-Frakklandi að drekka rósavín og drakk rósavín bara eins og þetta var vatn og þetta var bara besta í heiminum og ég kaupi kassa þessu rósavín kemur heim og segi við konan mín þetta er bara besta rósavín sem ég drekki og ég fór að drekka þessu rósavín heima í kulda það er samt sól en í okkar bestu sumar það var bara versta vín sem ég drekka í lífinu mínu þetta er bara allt öðruvísi pælingar og þannig að ég er svona alltaf að segja við fólk sem er kannski ekkert alveg í vínheiminum að kaupa 100+ flöska vín bara finna hvað er best fyrir þig á réttu tíma á réttu stað og njóta þess það er bara vín sem er á 25 upp í 20 skatt sem er bara fyrir alla sko. Svo er allt betra í góðum félagskap líka já og umhverfið og búa til þessi umhverfið og eins og akkurat ég var með Norra Jones vín fyrir vínu mínum daginn og hann bara heyrðu þetta er geggja vín það er bara ég veit hvað þú gerir þessi vín bara hvernig vissi það þú tók þessi vín af því að sagði þetta Norra Jones þú fór með þessi vín heim þú satt Norra Jones á Sunrise og
og sagði við konan þín og söguna Norah Jones vinni og hún elskar Norah Jones greinilega. Hún bara, hvernig vissi það? Bara, þetta virkar þannig. Þú getur búa til stemning og vín bara gott miðað við það. Þannig að við vorum að láta krakkarna, strákarna og karta sem drekk rósavín og drekka þetta. Þeir var bara, rósavín frá Norah Jones? Nei. Ég vil það skilur. Fiskikalla sko. Já, fiskikalla. Þetta bara, fólk verður að finna sitt og ég mest að vinna með því. Að ég vil ekki að fólk bara njóta að drekka vín í góða félagskapi og entertaining, skilur, og sögu með, og akkurat líka sem sagði ána með Robert Westman að þetta er eitthvað gauð sem byrja eins og við, að vinna bari á veitingastað eins og við og komið það svona langt, þannig að það hægt, ef við hægt fyrir hann, það hægt fyrir alla, skilur. Akkurat ekki fyrir alla, en þú veist En hvað segist þér okkar? Ég allan búin að fá að kynnast Gogga mjög vel í dag. Já, ég mest að búin að fá að kynnast aðeins betur eftir okkar, 10 ára vináttu. Ég er fann að skilja betur svona, ég bara heyrt bara góðsögn að Gogga, sko. Ekki slæmt. Henni bara gott, sko. Ég bara heyrt sögurnar og eitthvað þannig. Núna fekk ég að kynnast manninu. Heldur betur. Er eitthvað að lokum? Nei, ekkert sem ég dettur eitthvað sérstaklega í hug. Já. Eru ekki frábærir? Ringdi bara mig aftur eða þið vant eitthvað meira. Ég held sko, við erum búin að tala saman í 2 tíma, það er alveg efni fram að 2 tíma, já, ég gaf ykkur bara 1 tíma. Við byrjum að meira. Ég sé síminn að það kona er búin að ringja svona 20 sinni. Þannig að hamngi með hana báði. Þeir skulda með með velun, já. Með grímuvelun, já, hún er líka á fullu í dansinum og já, þetta er svona, þetta er bara sem þú segir, þetta okkar heimilið er mjög svona fjölbreytt og mikið að gera á öllum. En gengur vel. Og gengur hægt vel, sko, já. Þannig að þetta er bara svona, ég var að segja við barninu mínu daginn akkurat, en þið verður að standa við nafni leiti, sko. Þetta er ekkert einfalt. Herðu, ef þú ekki bara þakka fyrir okkur. Já, bara... Takk.